þú hefur bara þínu sannfæringu, annarkvort bara segir hugðinn og tala skýrt eða þá bara kúastu, skilur. Sko í útlendingamálum, akkur hlustar ekki bara á þann harðasta vegna þess að hans skoðun alltaf 2-3 árum síðar orðin mainstreams. Þetta bara eins og rúffréttir, skilur, þú veist. Ef það eitthvað sem hentar málstaðnum, þá munum við flytja fréttir að því, en við ætlum að bíða með þetta. Ef maður ætlar að vera einmitt inngildingasérfræðingur, þannig að, þú veist, sem að þú ert. Sem ég er. Ég er inngildingasérfræðingur. Bara einhver sérfræðingur af einhverjum ástæðum að menntavísindasviði að segja mér að þetta sé alltaf og ég sé að ímynda mér og að það sé vandamál hvað ég er að hugsa. Það er, eða sérfræðingur úr háskólum allan, skilur, að það sé vandamál. Að þú sért að hugsa þetta. Ungu karlana, skilur, sem er raunverulega látið eins og sé hryðjuverkaógn, skilur, að ungi karlmenn séu bara ekki woke vinstrisinnaðir. Það er raunverulega bara, ef að þeir eru ekki woke og vinstrisinnaðir, þá er það hryðjuverkaógn. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef að þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki, því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér um allt, að þá er þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það er nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. En víkjum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Fer alltaf í eitthvað, sko. Við höfum lært það af reynslunni. Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins. Hvernig ertu? Já, bara helviti ferskur maður. Það ekki? Jú, ég er bara koma undan sumri eins og sagt er. Byrjaði aðeins að velta fyrir mér skildum mínum gagnvart þjóðinni og reyna að sjá fyrir mér svona hver eru brýnustu máli núna. Þetta er náttúrulega, já, maður er búinn að vera í þessu núna frá því áramót kannski á fullu og núna er komin ágúst, þannig að þetta er orðið svona rúmt hálft ár af þingmennsku og ég sagði nú einhvers staðar að þetta starf er töluvert öðruvísi en maður gerir ráð fyrir, sko. Maður er svona vanur, ég var vanur allan aðeins öðruvísi starfi, sko, en núna er þetta bara byrjað að fullum þunga, sko, og þá er það bara, já, mikil veisla, sko, en líka margar áskoranir, sko, margt flókið í þessu, sko. Hver er þínu skildur? Hver er þín tilgangur? Hvernig horfur á lífið, svona vítt, þegar þú hugsar Ísland, þú veist, telur þið vera stríðsmann, þú veist, ertu... Sko, þetta er góð spurning. Þegar ég hef hugsað að þú gætir örugglega fengið ólíkt svar frá mér frá degi til dags, sko. Ég held að, sko, að einhver leyti sé þetta spurning það að þú sett með einhverja samfæringu eða einhverja tilfinningu og svo er það bara hvernig meturðu þessa samfæringu eða tilfinningu. Meturðu hana þannig að hún sé ekki nægilega verðug til þess að þú farir síðan og berist fyrir henni eða hvernig það er, eða eins og mjög margir og maður kannski lifi með marga þannig samfæringar hjá sér í raun og veru maður hugsa ok, ég er vissulega með þessa skoðun en ég ætla ekki að berjast fyrir henni, þú veist að ég bara eftirláta öðrum að skilgreina þetta tiltekna svið og þá ætla ég ekki að gera neitt í því, þannig að þetta er eitthvað svona ok, ég hef áhyggjur á ákveðinni þróun í stjórnmálum, ég get bara í raun og veru eins og mjög margir sem maður þekkir, þeir hafa áhyggjur af mjög mörgu stjórnmálum en er ekkert eitthvað á leiðin að láta þessi stjórnmál varða sérstaklega, heldur bara vona þér það besta, skilur, eða þá getur maður fara að gert þetta og verið í stjórnmálum og það er þá, skilur, það er kannski það þú veist að því ef maður talar það sko hvað kom mann á óvart ekki endilega kom mann á óvart að stjórnmál séu erfið eða eitthvað þannig, en þú veist, wow, ok, þú veist, það er rosalega margt sem það er að gera til þess að láta dæmi ganga upp, sko, það er rosalega margt þú veist, frá því að vera með einhver eina pælingu um það hvernig samfélagið ætti að vera og hvernig allir hlutir ætti að skipast, þú veist, yfir í að vera komin þá í þá stöðu að geta stjórnaði og svo þá að stjórnaði þegar þú stjórnaði, það er líka mjög erfitt, þannig að lífið er náttúrulega mörgu leyti og þetta verkefni að reka samfélag er svona á sama hátt, sama tíma það er náttúrulega auðvelt, það gerist bara sjálfur sér einhverju skilningi, það er mjög erfitt ef við höfum svona einbeittan ásetning að gera eitthvað og koma því til leiðar þegar stundum finnst þér allt vinn á móti þér, sko, veist, og stundum finnst manni það alveg stundum aðeins í samfélaginu, skilur, eins og bara allt, þú veist hvað maður á við, ef að skoðanakannanir eru óhagfelldar og svo framvegis, þá er maður bara, heyrðu, ef fólk ekki sjá það sem ég sé og svo framvegis, sko, þannig að þetta er mjög mikil svona tilraun í mannlegu eðli og bara mannlegri hugsun, mannlegum samskiptum, sannfæringu, hvað fólki finnst frá degi til dags, fullt af fólki sem að veita, bara, heyrðu, ég veit alveg, þú ert sammála mér í grundvallaratriðum, en þú ert samt ekkert endilega
til í að berjast fyrir þessu, þú bara svona já, þetta reddast þannig að þetta bara, og á mörgu leiti var ég þannig sko, ég var alltaf pólitískur, ég var alltaf haft pólitíska skoðun en þú veist, ekki þannig að maður fara að helli sér út í baráttu, en núna er maður komin þangað vegna þess að mér fannst eiginlega bara tíminn vera orðin þannig að þú veist, það var bara svona mér finnst það líka held ég Finnst þér tíminn orðinn naumur? Já, sko, auðvitað mætti halda þið fram í mörgum málum, sko, en ég held líka að sé bara með aldrinum, sko, einhverju leiti að því margir segja, sko, maður upplifi, þú veist, ungdómsárin sem svona mikil mótunarár í þeim skilningi að ungdómsárin séu þá kannski menntaskólaár eða eitthvað annað, eða svona menntaskólaár eða kannski háskólaárin, að þetta séu svona mestu mótunarárin, en ég er svona eiginlega alveg á sama tím, ég er eiginlega ekkert svo samfærður að þetta séu mestu mótunarárin, mér finnst það alveg eins geta verið, sko, þessi aldur kannski 25-35 ára þú veist það sem að ég upplifa allan að ég þarf að móta mig mjög mikið þú veist ég þarf að og að móta sig því líka bara að taka ákvarðanir bara ok hérna ef þú veist ef þetta hérna veldur árekstri við þessa hérna einingu í lífi mínu þá þarf ég kannski bara að horfast í augu eða annað hvort þú veist ég þarf kannski ekki að eiga samband við skilu hennan eða eitthvað þannig þú veist þegar maður er að reyna þú veist þegar maður er mér finnst það að vera mótun líka sko að vera fullorðin er bara eitthvað þú hefur bara þínu sannfæringu annað hvort bara segir hugðin og tala skýrt eða þá bara kúastu skilur og sem er náttúrulega frekar svona ofbeldisfull tilhugsun bara annarkvort ertu kúaður eða segir hugðin veist, þannig að ég veður einn í annað hérna en þú veist bara þegar þú spurði mig það sko já hlutarkakar þjóðinni já ég veit ekki hvernig það er örugglega ekki þetta skilgreina það en það er samt bara svona tiltekin markmið sem ég er með skilur og tilteknar hugssjónir sem ég vil endilega reyna að bæta á Íslandi. Kristoffer Hitchens sagði að ef þú ætlar að vera sjálfstæður hugsuður þá ættir að geta gert ráð fyrir einmannalegum kvöldstundum, fjölmörgum. Já, og sko það er alveg rétt í einhverju skilningi, þú veist, og maður, sko ég held að veist, það er mjög marga pælingar í þessum fræðum það, sko, hvenær fólk ætlar að vera með sjálfstæða pælingar og hvenær það er bara að fylgja straumnum og þú veist, ég held að ef þú ert með pælingar og hugmyndir og skoðanir sem fara gegn megin straumnum þá náttúrulega annarkvort einmitt, þá heldur þú bara áfram að halda þeim fram og svo allt í einu hættir að vera einmana, svo veist, þá kemur fólk til þín, en það er örugglega alltaf einhver einmanakafli, býst ég við, annars væri ekki að fara gegn neinu. Svo er annað í umræðinni sem er skilur svona ákveðin fasismi sem bara ríkir í öllum samfélögum, alltaf. Við getum kallað fasisma, við getum líka bara kallað einhverja tilhneigingu til þess að það sé einhver svona lína sem allir eru meira og minna sammála Svo í samfélagið á sama hátt og það er einhver vissulega ofta einhver svona elita sem vill það, þá er það líka tilhneiging bara í samfélagi sem einingu að vilja hafa bara svona almenna línur ákveðin mál. Það er þarna eins og einhver lýst í sko að manneskjan er ekki sannleiksleitandi dýr í grunninn sko, hún er miklu meira hópdýr, þannig að þú veist það er hópurinn sem skiptir meira máli en sannleikurinn. Þannig að ef maður ætlaði að vera alltaf að fylgja náttúrunni þá ætti maður aldrei að vera að pæla í sannleikanum í raun og veru, þannig að þetta er í raun og veru svona mannleg villa líka að segja, herru nei, þú veist að þetta er í raun og veru ákveð mannleg villa og hugsa út í að vilja sko vera í hópi og það er einhver konsensus og þú vilt brjóta hann bara af því að hann er sannur það hafa ekkert allir þá þörf sko heldur, vilja bara leyfa þessu að hafa sinn gang, þannig að þegar við tölum að fara gegn straumnum með einhverja skoðanir þá ertu ekkert alltaf með upplýsingarnar það, hver ríkjandi skoðun er. Þú getur ekki einu sem fengið hana úr skoðanakönnunum. Þú veist, ég held ég að við séð núna könnun í bandarískum háskóla sem við var að birta á. Þetta var svona actual könnun á að skrifa þetta í The Hill, þetta voru bara félagsfræði rannsóknendur. Ég held að 88% í einhverjum háskóla í Bandaríkjunum, man ekki hverjum, hafi sagst í raun og veru breyta sínum pólitísku skoðunum annarkvort til þess að ná árangur félagslega eða þá í námi. Og friðþægja? Já, og sko þetta var 88% í skólasamhengi og 73% í sko bara persónulega lífinu á milli vina sko, þá bara í raun og veru annarkvort, þú veist, laugstu samfæringu þína eða þá tempraði skoðanir þínar eða hvernig það er og svo eitthvað aðeins minna hlutfall bara í fjölskyldu og bara svona alveg nánum samböndum sko, þú veist, meir en helmingur sko, alveg í nánum samböndum það hvað þið raunverulega finnst sko og þetta sýnir okkur líka, þú veist, þetta sýnir okkur að það er auðvitað mannlegt eðli að halda kjafti sko, þú veist, eða svona láta satt kjurt liggja sko, þú veist, og þetta voru bara þau taka bara eitthvað kynjamál og útlendingamál eða whatever sko og prófaðu auðvitað því og það er svona
þú veist, ég hugsa hver og einn tími sé með sín mál sem í raun og veru gegna því hlutverki, skilurðu, þú veist, núna það, þú veist, hvort þú samþykir að það séu tökin, eða fleiri en tökin, skilurðu, þú veist, bara hvort þú segir, fattarðu, þú veist, þá greinir það að því hvort þú ætlir bara að taka þátt í að segja það sem allir eiga að segja, eða bara segja það sem þér finnst, skilurðu, þú veist, þannig að það mjög áhugavert sko að 88% nefnda og ég veit ekki hvernig það væri á Íslandi, það örugglega engin áhugi fyrir því í raun og veru að gera svona kannanir á Íslandi sko, hvað fólki finnst í raun og veru ákveðið mál en ef maður gerir það þá held ég að sko og það sem gerist líka eins og margir hafa sagt er að til dæmis það sem gerist í Bandaríkjunum núna þegar Trump tekur völd það er náttúrulega ákveðin mál sem hafa verið eins og demókratar, talað um eitthvað transmál skilur demókratar vorum ákveðna sín þar og notuðu til þess Twitter til þess að senda skilaboðum að það mætti ekki segja ákveðna hluti í þeim málum og þegar síðan einhver annar tekur völd þá kemur svona preference falsification cascade svo kallað, það að segja sko að þá svona allt í henni fer að vinda ofan af því hver raunveruleg skoðun allra var sko allan tíman og ég held að þetta gerst í útlendingamálum og Íslandi líka hluta til, þú veist það sem segir maður sko í útlendingamálum akkur hlustar ekki bara á þann harðasta vegna þess að hans skoðun alltaf 2-3 árum síðar orðin mainströms það bara staðan eitthvað sem miðflokkurum var kallaður öllum illum nöfnum fyrir örfáum árum bara algjörlega mainströms núna og þá myndast einhver nýr jaðar eða hvað sem þú vilt kalla það og svo bara í raun og veru normaliserast hann það virðist vera þróun allan eins og maður sér þetta sko en málfrelsis umræðan áhugaverð líka sko en hver eftir pælingin? Það er sko ein pæling. Ein pæling. Það er enda smá hliðarspor sem dettur í hug, sem er smá heit kartefla en mér langar samt að taka hann upp út af því að ellegar mun ég mögulega gleyma þessu. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Það sko að Karl Marx skrifar í kommunista ávarpinu að það sé vofa sem að svífur yfir Evrópu og ég tel að þið sama sé upp á teningnum í dag en það sé vofa ákveðina svona tilhneigingar til þess að gefast upp á eigin gildum. Já. Og það því við hófum þetta á að spjalla svona tilgang og hver væri svona hvað við værum að halda í, hver væri tilgangur lífsins og fleira. Já. Og mér þykir í Evrópu þó svo að séu svona einhverjar vendingar í þá áttina að þetta sé að breytast að þá hefur það verið tilhneigingin að sko viðmið gildi og svona samfélagssáttmáli sé eitthvað sem að við séum tilbúin til þess að hliðra til þess að koma til móts við þá sem eru ósamála. Já, ég held að mig sannarlega finna þessa þræði í hugsun okkar tíma, þar að segja einhverja tilhneigingu í átt að því að afsala sér því sem er manns eigin og því sem maður hefur alltaf sko haft í einhvers svona liti á með einhverju lotningu, þú veist, eitthvað sem er samfélaginu heilagt, eitthvað svona gömul og góð djúp gildi, af því ég held að sko, síðan erum við umræðum gildi, þú veist, ég held að það sé líka flókin umræð, þú veist, það er alls konar, þú veist, og það er í þessar umræðu oft verið að tala svona eitthvað kannski frjálslynd vestræn gildi, býst ég við, þú veist, jafnrétti, bræðralag, þú veist, jafnvel bara eitthvað svona grundvallar atriði úr frönsku byltingunni pluss nokkur þættir sem bætast við í gegnum þessi 200 ár, þú veist, að því að reyna að velta fyrir mig hverju þessu vestrænu gildi sem menn hafa áhyggjur af því að við séum að fórna með því að til dæmis, eða sett fórna að gefa afslátt af gagnvart til dæmis, þú veist, íslam eða einhverjum sem er að koma inn í samfélagin með önnur gildi sem hægt er að fara rauk fyrir að við séum að fórna ef við erum, þú veist, þetta eru oftast reglur sem að bogna ekki en brotna. Já, en hvað erum við þá að tala um? Erum við til dæmis tala um, þú veist, bara... Það er til dæmis islam, ég menna, maður hefur til dæmis séð að ötulastu, svona, þeir sem eru ötulastir í því að sko að tala fyrir því að við séum að passa upp á frelsi hinsegin fólks, kvenna og annað. Ég menna bara, þú veist, eins og þegar ég talaði við Þorstein Vaff Einarsson og ég nefndi bara búrkurnar, þá var það, þú veist, bara mál sem að við vorum ekki að fara að ræða og ég var svona, þú veist, þetta er starfið þitt,
Já, og mér var svo magnað að skilurðu þegar þú ert komin með í rauninni versta dæmið. Það eins og að vera sko lögreglumæður sem ekki tilbúin til þess að rannsaka morð út af því að það bara eitthvað sem hann ekki bara, honum ekki viðkomandi. Já, en þá sérðu líka, þú veist, það rekur þig á ákveðna svona forgangsröðun hjá fólki að þú veist, ok, skilurðu einmitt, ef við segjum feminismi eða hvað sem vestræn feminismi mikilvæg fyrir þér, en þú veist, ef þú fær síðan í hierarkíu þess sem þú hugsar og hver eru þú forgangsröður í hugmyndakerfinu, þá endar á að, ok, það skýt samt meira máli að bera innan gæsalappa virðingu fyrir erlendum menningarheimum eða hvernig sem það skilur, okay, þá það að trompa hitt, skilur, og það sést í kannski einhver búrkuumræði, en þú veist, fyrir mitt leiti þú veist, að því að hluta til, þá finnst mér þetta líka stundum umræða eitthvað svona, nei, þarna Arabaheimurinn ekki nógu woke, skilur, þarna, þú veist, ég eitthvað, mér finnst bara allt í lagi að þeir séu bara með prógramm sitt bara nákvæmlega sem þau vilja, sko, ég er ekki þarna, ég hef ekki svo mikla ágjör að hvernig aðri menningarheimar og þar fyrir utan, þú veist, í þessar umræðum, búrku, kúun, kvenna og svo framvegis. Ég bara býja í mínu litla eyríki hérna í Norður-Evrópu. Ég elst upp við minn skrýtna litla hugmyndaheim á Íslandi. Ég tel mig þess ekki umkomin einhvern veginn að setja mig inn í, eða þú veist, utanfrá, án þess að hafa komið til staðana einhvern veginn að segja hvað snýr upp og niður, hver kúar, hver ekki, þú veist, auðvitað, sumir segja bara, já, þetta bara grímulaus kúun. Aðrir segja sem ég þekki til þess að landa, þú veist, að þetta svona, þú veist, it's complicated, fattarðu? Og svo segja einhverju allt aðrir bara, þetta enga veginn kúun, konuna vilja þetta, þú veist, ég bara hef ekki hugmynd það hvað rétt og þú veist, og það augljóslega varierar á milli fólks, sko. En ég ekkert eitthvað, ó nei, ég meina, ef þessi íhaldssömu gildi koma með þessu fólki, og þessi rök alltaf gegn, sko, mín rök gegn fjölmenningu eru kannski ekkert endilega í raun og á grundvelli þessara gilda, ef þú veist hvað ég við, þú veist, mín rök gegn fjölmenningu eru miklu meira bara, þú veist, þetta passar ekki hér, sko, þú veist, þetta passar ekki hér, fattur, þetta er ekki það sem við höfum verið að gera hér, þetta mun aldrei passa eða make mikinn sens hér, þetta getur alveg verið umborið, þetta getur alveg verið sko lifað af innan ramman sem þú ákveður að hafa það þannig, en þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki æðislegt að gera þetta hér, skilur, að fá fólk í stóru stíl sem bara með allt öðruvísi, sko, bara félagslegt kerfi í sínum löndum, skilur, og eins og ég segi, þú veist, ég er ekkert einhver algjör svona, relativisti að segja eitthvað, já, ekkert betra en eitt annað, eða þú veist, mér finnst mitt dót gott, sko, ég elska það, sko, og ég augljóslega lifi ekki í hinum menningarheiminum, hann er ekki mín menning, hann er ekki mín sýn, en ég einhvern veginn, sko, ég gerir þetta ekki, ég hugsa ekki, þú veist, ég tala ekki gegn fjölmenningu á þeim grundvelli að ég óttist einhver gildi eitthvað, ég skil alveg pælinguna með að gera það, sko, en ég segi bara, þú veist, hreint út sagt, þú veist, heyrðu, það meikar engan sens að fá fólk í stórum stíl hingað úr þessu menningarheimum, en það mun aldrei passa við okkar, sko. Það bara að mjög mörgum ástæðum, það er ekki bara einmitt, þú veist, fram og tilbaka kúun, kvenna, fram og tilbaka samkynhneigð eða eitthvað svona stillingar. Þetta er bara alls konar bara mjög dýpri atrið, þetta er bara menningararfur, bara margar kynslóðar af menningu og pælingu sem eru bara svo ólíkar að þú veist, þetta er auðvitað getur orðið einhver synergía á milli heima, þú veist, það er bara augljóslega, ég meina 100 dæmi það, en á heildina litið stórir hópar, það myndast bara svona hliðarsamfélög, það bara er augljóst af reynslunni, það bara er komið fram, það er búið að gera þessa tilraun, skilur, það er búið að gera hana, það er búið að framkvæma hana á mörgum stöðum og niðurstaðan er almennt sú sama. Ég er ekki að segja þessi undantekningar af einhverju integreringu, bara flott, gott að blessa og margar fjölskyldur sem verða síðan af einhverju þjóðinni með einhverju nokkrum kynslóðum, en almenna dæmið sem var lygin, sko, að það væri hægt að fá mjög marga og sameina alla, það væri ekkert mál, þú þyrftir bara, þú veist, nógu marga félagsráðgjafa eða hvað sem er, þú veist, það hétt það í gamla daga, svo heitir einhvern veginn inngilding og verður einhver svona loðnæri hugtökum og verður einhver svona verkefni alls samfélagsins, allir bera ábyrgð á því í staðinn fyrir að það væri svona sérhæft verkefni, fattarðu? Lygin var þessi, þetta væri hægt, sko, svo kemur ljós að þetta virkar eiginlega aldrei og svo raunveruleikinn er einhvern veginn öðruvísi og já, þannig að það er í raun og veru bara svona praktísk reynsla sem drífum alltaf að segja bara já, nei, þetta er ekki góð mynd og ég hef enga andúð á neinum öðrum menningarheimum, sko, ég er ekkert að segja þessu verðið er betri, ég hef bara raunverulegan áhuga á því hvernig menning getur verið allt öðruvísi á einhverjum allt öðrum stöðum og það er bara menning sem er bara samtvinnun af
þjóðurni, landsvæðum, tungumálum, mörgum styrjöldum, margar aldir aftur í tímar þar sem hlutir breytast aftur og aftur, þú veist, með svo idiotís líka þegar síðan kom inn í hugtök eins og einhver islamofóbía eða eitthvað slíkt, skilur dellu hugtök sem notað til að þagga niður í fólki, sko, þú veist, eins og ég segi, ég hef enga fóbíu fyrir Íslam, eins og ég hef bara mikinn áhuga á þessum trúarbrögðum, ég hef mikinn áhuga á öllum trúarbrögðum. Það er bara svo að segja kristnifóbía, sko. Já, nákvæmlega, og ég held að kristnifóbía séu örugglega líka mjög algeng, sko, ef við ætlum að gefa okkur að þessar fóbíur séu svona mikið vandamál. En síðan það bara nennari, fyrir mér þetta bara einhverju leiti, sko, svona samfélagsverkfræði með menningarlegu inntæki, bara nei, þetta er ekki að fara að blessast mjög vel. Þetta náttúrulega mörgu leiti, sko, ég held líka að svo bara þetta rekja sig aftur í tímana því við erum að tala svona hugmyndafræðilega þræði, þú veist, ef þú hugsar bara, þú veist, að því ég var að lesa ágæta grein daginn bara einmitt svona þessa víðu og breiðu leksjur til dæmis úr seinni heimsstyrjöld og hvernig þær urðu að svona mikilvægum forskriftum í menningunni, augljóslega, eftir hrylling seinni heimsstyrjaldar, að þá tóku við einmitt þessi góðu gildi sem eru umburðarlyndi og hið opna samfélag. Hið opna samfélag er mjög algengt hugtak inn í þessu, hið opna samfélag og að það með ekki vera neitt sem heitir við og þið, það er alltaf umræða núna, þetta er alltaf í umræðinu, sko, ég vil ekki hugsa þetta sem við og þið eða við eða þau. Já, ok, þú veist, kannski vilt ekki gera það, en það er nú samt eftir allt til eitthvað sem heitir við, þú veist, og það er það sem hefur týnst að mörgu leyti, sko, það er til eitthvað sem heitir við, það þýðir ekkert að allir aðrir séu, þú veist, það sem ég segi hvernig við getum tekið leksjurnar, góðu sögulegu leksjurnar, og það er verða að, þú veist, það er gangu langt, sko, þú veist, það er verða að trúarbrögðum, það er verða að dogma, og það er einmitt dogma, þú veist, það er ekkert sem heitir við og þau. Jú, það er eitthvað sem heitir við Íslendingar og svo er til eitthvað sem heitir útlendingar, það sama með svona klísjur eins og þarna, þú veist, alls konar klísjur sem hefur bara svona smátt og smátt í umræðina því ég að mörgu leyti hef orðið miklu róttækari á seinni árum bara við að fatta þessa hluti betur og skilja þessa hluti betur sem var ólst upp við svo sterkar klísjur sem ég er að tala um, sko, að þetta hljómar svo vel. Varstu reddpillaður? Ég örglega segja það, sko, eða blackpillaður. Nei, alveg tímalaust, sko, alveg tímalaust, en í þessum klísjum eins og til mig, sko, þarna að ég sá einhvern á Twitter núna, það var einhver hérna í settinu sem var að tala um nýja Íslendinga og ég man þegar ég var í blaðinu, sko, þá var maður eitthvað svona að maður var alltaf með þarna ritskoðunina í puttunum, sko, getur maður skrifað í blaðgrein útlendingar, bara orðið, bara er það til eitthvað sem heitir útlendingur, af því að þú veist, ritskoðun er svo mikil, það er alltaf eitthvað, nei, erlendir íbúar eða fólk með erlendan eða fjölbreyttan, og svona heitir þetta í kerfinu fólk með fjölbreytta menningarbakgrunn, og ég skil alveg, þú viljir ekki nota einhver orð sem er tekin að hljóma gróf eða eitthvað slíkt, sko, en ég er að tala svona, þú veist, þetta er svona flóttinn frá sannleikanum í einhverjum skilningi, þú veist, og nýjir Íslendingar, skilur, ok, ég var að lesa tölur í dag, þú veist, að þetta séu 83.000 manns sem eru, þú veist, nýjir Íslendingar sem er svona útlendingar, en maður á að kalla á nýja Íslendinga í hugarheimi margra, sko, maður á að kalla á nýja Íslendinga og ég, þú veist, ég fór og svo kemur svona í umræðinu, sko, bara hvað er hann ekki Íslendingur? Ég meina, hann er Íslendingur, ef hann er Íslendingur, ég meina, maður er Íslendingur, ég meina, hvenær er maður Íslendingur, og það hefur alltaf verið flókið, sko, að einhverju marki, en það hefur líka verið mjög einfalt, skilur, þú veist, ég hugsaði til þessum nágrannar minn sem er norskur, hann á börn með íslenskri konu, kemur fram og tilbaka, hann er normaður, en það er enginn að segja um hann eitthvað, hann er Íslendingur, er hann ekki Íslendingur? Nei, hann er ekki Íslendingur, hann er ekkert að kalla eftir að vera kallaður Íslendingur, það var aldrei neinum dott í hug að ljúga því, að sjálfur sér eða honum, að hann sé Íslendingur, hann er bara norskur, hann er auðvitað, svo er Íslendingur með margþætt hugtak, skilur, hann er mjög mikill Íslendingur, þetta er notað í mörgum skilningi, hann er mjög mikill Íslendingur, já, hann er mjög mikill Íslendingur, hann kann íslensku, hann er mjög mikill Íslendingur að því leyti, en það er enginn eitthvað að fullyrða að ljúga sjálfur sér, skilur, hann er Íslendingur, veistu hvað við, það koma svona, veist, ég fer á smá flugbenn, ég er alltaf að hugsa um þessu orðskilur sem við erum látið nota þessi mál og þau eru lýsandi fyrir, að mínum mati þá eru þau lýsandi fyrir svona víðsýni og umburðarlyndi sem eru svona góð grunngildi sem fara síðan inn í að verða að svona ákveðnu dogma og vill okkur sýnum það, sko, hvað er raunverulega að gerast eða hverjar eru afleiðingar gjörð okkar, sko.
Þannig að þú veist, þetta er eitthvað sem ég hugsa tölvöld sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig að enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Já, ég hérna er sko tölvöld mikið meiri frjálsíkjamaður sko. Ég tel einhvern veginn að Íslendingar séu þeir sem eru, þú veist, í flest tilfellum að reyna allavega að læra íslensku og eru tilbúinir til þess að vinna til hagsbóta fyrir samfélagið allt. Og ég horfi ótrúlega mikið á þetta út frá þeim forsendum, en aftur á móti þá skil ég alveg hvað þú meinar þegar fólk er svolítið farið að svona flaka svolítið með hugtökin sko. Nei, og ég er líka með tiltölu opið íslendings hugtak, ég er að sammála því sko, að mér finnst almennt að ég meina, ef maður vilja kalla sig íslending, ég meina, ef þau kunna íslensku flott sko, bara sammála á einhverju tímapunkti verða menn íslendingar, hvað þá afkomendur og svo framvegis. Ég hins vegar er bara að benda á þetta skilurðu, þú veist, það er svo fyndið hvernig við reynum að laga veruleikann bara með orðunum sem við notum skilurðu. Já, ég hef alveg tekið eftir þessu líka sko, eins og þú veist, það skiptir engu máli. Og ég er með opið íslendings hugtaks að því markið, ég man að ég fekk á mig einhverja árás frá einhverjum Pírötum út af því sko að ég var að tala einhverju ræðu og var ég að tala fæðingatíðni og annað eins. Veist, og ég sagði innfæddir Íslendingar og ég sagði sko, heyrðu, við erum innflytjendur, við erum útlendingar hérna, þau koma ýmist verða eftir eða fara sko, en ef við tökum bara innfæddu Íslendingana og þá er ég náttúrulega augljóslega að gera ráð fyrir að sé til eitthvað sem heitir ekki innfæddur Íslendingur, skilurðu. Að því marki er þetta líka svona tiltölulega opið þjóðernis hugtak sko. Og þjóðerni er aldrei sko stíft í raun og veru, margir eru náttúrulega mjög harðir að þetta sé bara eitthvað skilur þjóðerni hérna, í raun og veru land, þjóð, tunga og jörðin, þú fæddist hér, þú veist, allir forfeðinir, þú veist, menn geta alveg verið í slíkum pælingum, en þú veist, ég er í raun og veru engan veginn þar, eins og ég sér að ræðu, ég var miklu meira að segja bara, það er eitt tungumál tala á Íslandi, að mínum mati, mér finnst það hægt að vera meginreglan, skilur, en það er ekki lengur, í hugsunum mjög margra, þá er það alveg fallið, sko, og það er svona eitt af stóru hörmunum, sko, af því að ég er alltaf að reyna þú veist, að við erum að tala sko 6 mánuði eða 20 ár heyrðu, þú veist, kannski er þetta 100% þarna gerlegt núna að vera eitthvað að tala íslensku það er augljóslega gerlegt núna ég er ekkert að gera mig grillur annað sko en þú verður að reyna að taka skref tilbaka og horfa á það hver þróunin er og ég var að skoða bara tölur frá Hagstofunni núna að það er svona að meðaltali þú veist, ef þú tekur kannski Ísland árið 2019 þá minnir mig að hlutfall Íslendinga á Íslandi sé svona 85% og svo verður þetta svona 84% 2020, 83% 2020, þú veist, þetta er bara svona rúmlega fram og tilbaka 1% þannig séð, sum ára aðeins meira og sum ára aðeins minna, meðaltali held ég að sé svona 1% minna, fattur þú, sem Íslendingar eru hlutfalli. Ég verð enda að reyna að skjóta hérna einu sinni, því að ég hef nefnilega verið að skoða þessi tölur líka og ég veit að hérna Bergsveinn í Silfrinu kom með mitt og skrifaði undir status á mér þar sem ég fór yfir tölulega gögnum það hvenær við erum hérna minnihluti sem er þannig að ef við tökum 10 ár aftur í tíman og yfirfærum það yfir á næstu 10 ár að það eru orðnir minnihluti eftir 10 ár og þú getur tekið alls konar demografíur og séð svona og þú getur líka tekið minnihópa, þú getur tekið afmarkaðir í aldurshópa. Já, en ég ætla aðeins að klára það út af því að sko, svo kom Björgvin Ingi Ólafsson sem er náttúrulega hérna stjórnandi hjá Deloitte og hann náttúrulega sagði við Bergsveinn bara, heyrðu, það er samt alveg rétt með að við gefna forsendur og ég sko hugsa með mér, þú veist, það er að, ég veit ekki hvort að fólk sé ekki bara tengja við það, en þetta er samt raunveruleikinn og ég, þú veist, fór og setti þá inn mjög íhaldsamar breytur og þá erum við að tala 16-20 ár ef við yfirfærum þennan raunveruleika, en minna, ég er vonandi hérna ennþá eftir 20 ár og að börnin okkar verða hérna eftir 20 ár og það er bara, þú veist, þetta eru einhverjar spurningar sem er alltaf lægi að spyrja, en þetta er einhvern veginn sko að þegar við erum komin í þessar umræður að þá erum við einhvern veginn svona en hvað ertu raunverulega að reyna að segja? Já, og maður er eitthvað, ég er bara að segja þetta ég er bara að segja þetta sko, ég er mjög sammála sig, ég fæ þetta mjög mikið mitt og hérna, það er mjög sterkt í rúvaranum að vera bara eitthvað annarkvort, þú veist, þetta er svona, það er ýmis viðbrögð, nei, þetta er ekki gerast
ef þetta að gerast, þá þetta gott. Þú veist, skilur, hvað ætlar að, þú veist, ég man að Og ef þetta ekki gott, þá getur ekkert gert í því. Nei, þú veist, og svona típur eins og, einmitt, Villi Þorsteins alltaf kommenta eitthvað svona, þú veist, þessa fólksfjölgun af útlendingum hingað, þú veist, það alltaf eitthvað, já, þetta bara gott, skilur, þetta bara gott fyrir atvinnulífið og svo birtir viðskiptablaðið könnunum að, þú veist, nei, ákveðnir hópar, það ekki góð hugmynd, bara almennt, bara yfirleitt, þú veist, bara samkvæmt tölfræði, þú veist, ef við ætlum að horfa á tölfræði, þá segir þú veist, að hópar frá ákveðnum löndum, stóru mengi landa í raun og veru, sé í raun og veru almennt ekki gott fyrir skatt, ef við horfum þetta út frá skattgreiðslum, þar að segja, þetta ekki nettó viðbót við samfélagi heldur, tekur þetta úr ríkissjóði. Viðskiptablaðið segir það og þá segir Villi Þorsteins, ok, nei, en ok, kannski er þetta ekki gott, en hverju skiptir það? Er skatturinn allt sem skiptir máli? Er ekki bara mannslíf? Þú veist, þetta fólk er mjög svona ósamkvæmt sjálfur sér stundum í þessari umræðu og, þú veist, og talandi um þessa tölfræði og jú, sannarlega þessa tilhneigingu fólks til þess að einmitt, annarkvort, nei, þetta er ekki gerast, það er alltaf fyrstu viðbröðin og síðan maður svona jú allan að, þú veist, augljóslega er ég að gefa mér eitthvað, augljóslega er ég að gefa mér að þróunin síðustu 10 ár hafi forspárgildi þróunin næstu 30 ár, auðvitað þurfum að gefa okkur það, en ég meina, við erum ofta að gefa okkur eitthvað, þú veist, ég fellst á að við erum að gefa okkur það, ég er ekkit samfærður að svo verði, það getur 100 hlutir breyst, sko, en þetta er þannig, út frá þessu, og nú þegar, sko, að það sem þarf að hugsa í þessum hlutfallum, sko, 20% hlutfall á landsvísu er rosalega mikið. Vegna þess að það þýðir þá að ef þú ferð og einmitt tekur stækkunargleðið inn í ákveðna hópa vegna þess að þú ert ekki að fá náttúrulega einhverja hauga gamlingum sem að flytja hérna, heldur þetta kannski ungt vinnandi fólk sem leikur fyrir, þetta mest allt ungt vinnandi fólk þannig að sko í Reykjavík núna þá held ég að séu á aldrinum 30-39 ára, það eru 40% útlendingar sko. Þá eru við komin nálægt 40%, er nóg fyrir þetta fólk að heyra það? Nei, þetta er ennþá ekki gerast af því að 20% meðaltalið er ennþá nei, þú veist, og bara hvað þýðir það vinnumarkaðinn? Hvenær á hvaða tímapunkti getur hann ekki lengur verið starfræktur á íslensku, skilur? Og ekki bara það, þú veist, bara líka starfræktur á fólki sem hefur verið og er hluti af menningunni, menn að fólk getur alveg bætt ykkur við þegar það kemur auðan, skilur, en við erum samt með eitthvað sem heitir íslensk menning, skilur. Þú veist, menntakerfið, gildin okkar, þú veist, hlutinni bara hvernig við gerum hlutina, skilur. Þannig að, nei, það er svakalegt að hafa horfst í augu þá og það er að mörguleiti það sem ég svona, þú veist, ég bara svona hægt og rólega að því ég man að, þú veist, þú veist, það er mjög langt síðan ég fór að pæla í þessu, sko, á allt öðrum forsendum og ég man að, þarna, Steini Vaffi vinnur okkar gróð upp eitthvað tíst frá mér sko, að ég skrifaði held í 2018 eða eitthvað, ég sagði eitthvað svona, ok, mér er alveg samátt að íslenska verður ekki lengur opinbert mál á Íslandi, bara svo lengi það verður ekki enska, skilja, því ég vildi þá bara hafa þetta eitthvað skemmtilega tungumál, hvort sem er þýska, spænska, franska og þetta var notað sem svona gotcha, skilur, að því við væri sama að opinbera málinu væri skipt út þegar þetta er raun og veru miklu frekar til marsum, að ég hef áttað mig á því mjög lengi að þessi þróun er að verða áður varstu náttúrulega með innflutta vinnuaflið á iðnaðarsvæðum, sko, þú veist, það var í raun og veru einskorðaðist þar í mjög langan tíma við svæði, við hliðið atvinnulífsins sem snýri bara ekkert að þjónustu, sko, en svo verður þú var við þetta á hinum sviðunum og þá byrjar að pæla í þessu og ég veit ekki, ég meina hvað ég var að gera, já, það er efni í sérstakann þátt, sko. Já, til þess erum við nú hér. Hérna, sko, en reynum að þess að gera okkur þetta örlítið erfiðara, sko. Það var einn sem að, hérna, ég fekk fjölmargar spurningar, ég er ekki að fara að ná þeim öllum inn, en hérna, ég tók saman svona nokkrar góðar. Já. Og einn vildi vita, sko, hvað þú vildi gera, eða hvað viltu gera í útlendingamálum og ég ætla að bragðbæta þetta, en svo spyrjaði, sko, núna erum við í fjölmenningarsamfélagi sem að hefur staðið undir öllum þeirri velmegun sem hefur skapast hérna síðustu 10 árum. Því hérna tveir rassistarnir eru að fara rauk fyrir því að það eigi bara að taka handbremsuna þessu út af því að þetta hentar ykkur ekki lengur. Aftur á móti er fólk búið að festa hérna rætur, það er fólk sem er að reyna að tala íslensku, það er að reyna að gera vel og þeir eru að standa undir láglauna liðnum á öllum sviðum samfélagsins. Þú hérna kemur og í rauninni ert með svona rasískan undirtón en þú fyllir ekki alveg eyðurna sem að fólk getur þó gert sem er frekar auðvelt og maður sér í gegnum þig. Þú kemur hérna og segir, nei, konan mín er sko af erlendum uppruna en það er bara eins og einhver sem að fer til Tæland svo kemur eftir gráa fiðringin heimsreisu með eina tælenska heim og fer svo að drullu yfir útlendinga á öllum sviðum á samfélagsmiðlum.
þetta eitthvað sem að við erum alveg að sjá í gegnum og þú getur alveg talað það að þú hafi bara svona eitthvað smá áhyggjur og sért bara að spurja spurningan. Í rauninni ertu bara ekkert svakalega klár þingmaður sem að segist vera rosalega klár og ert eitthvað að nota íslensku fræðina þína með því að nota hugtök sem ungt fólk skilur ekki til þess að reyna að ná undir þig ákveðnum kjósandahóp ungs fólks sem að þú vilt bara gera rasistum sem að svo vonandi þú sér ekki einu sinni fyrir, þú veist ekki einu sinni hvaða afleiðingar þetta mun koma til með að hafa og þegar þær afleiðingar komið í ljós, þegar þú ert kannski formað miðflokksins og byrjaður einhvern veginn að reyna mógundi því rasista atkvæðanum að þá einhvern veginn þetta komið inn í allt annan raunveruleika sem að þú sást ekki fyrir. Já, þetta er hugaflug, það er ýmislegt, það er hægt að setja hlutina fram á marga mismunandi vegu, sko. Ég, einfalda spurningin, hvað vill maður gera í útlendingamálum ef við byrja þar sko ég vil að opinbera kerfið til dæmis gefi mjög takmarkað svigrúm til notkunar á öðrum tungumálum en íslensku. Ég átta mig vel á auðvitað sko heilbrigðisþjónustu og annað eins, sko, það sem heitir bráðnauðsynleg þjónusta, en síðan þarf að skoða það hvort að það sé til dæmis líka hægt að fella niður rétt fólks á einhverjum tímapunkti eftir einhver ákveðin mörg ár til þess að fá til dæmis túlkaþjónustu, til þess að geta talað útlensku yfir höfuð, þó að það sé reyndar mjög erfitt að koma í veg fyrir það, en það er líka bara í náttúru fólks að tala tungumáli sem að skilst að milli. Það er ein af þeim aðgerðum sem ég finnst að þau opinbera þurfa að gera til þess að senda skýr skilaboð að það sé bara eitt tungumálina, af því að þau opinbera að senda öfurskilaboð núna, það er með RÚV, English, RÚV, pólsku, það er skilti algjörlega nauðsynlega lausu á ensku og pólsku og mörgum tungumáli sem sko meira þess að Pólverjar hafa sagt við mig bara, þetta er svo fyndið, það er eins og menn vilja ganga frá tungumáli sínu, skilja, því þetta er svo augljóslega til þess fallið að bara halda mönnum í sínu móðumáli. Þetta er einmitt gert í nafni einhverja umburðarlyndis og virðingar en hefur algjörlega áhrif en þetta útiloka fólki í raun og veru frá samfélaginu ef úti það er farið. Til þess að fá ótímabundið dvalarleyfi hérna á Íslandi þá er það ekki sko í gegnum heilskerfi heldur líka í atvinnumálum, bara þegar fólk er að koma inn í atvinnuskyni. Þá þarf það ekki að standast ensku próf, þú þarft að hafa tekið einhvern ákveðin fjölda mínútna í námskeiði. Það vita allir sem hafa lært tungumál að það er ekki, það segir ekkert sko, þú veist, það er bara, þetta er algjörlega spurningu það hvernig þú vinnur með hlutina sko, það bara segir raunverulega ekkert á að hafa setið námskeið, það segir raunverulega ekkert, en þetta er krafan sem fá til dæmis ótímabundið dvalarleyfi á Íslandi, sem er mjög svona rík réttindi sem felast í því raun og veru sem við erum að afhenda fólki sko, fyrir 30, 40 árum, 50 árum, þetta hefði verið mjög mikið að fá ótímabundið dvalarleyfi. Við vorum ekki að gefa það út bara eins og björnsykur. Þú þarft ekki að standast hennar íslensku kröfur, þú getur annarkvort staðist einhver íslensku kröfur eða bara sýnt fram á að hafa tekið þessi námskeið. Í samt að hæliskerfið, ég myndi vilja gera hlé á afgreiðslu umsókna, bara 5-6 ár, byrja þar. Það er algjör stabbið þarna sem þarf að fara í gegnum, sem er ekki verið að komast í gegnum, þannig ég vil bara stoppa það. Ég raun og loka það. Og ég meina ég geti haldið svo sem áfram í ýmsu tilliti, það þarf náttúrulega að ég er á þeirri skoðun að samhliða úr því sem komið samhliða kröfum íslensku kunnáttu á þessum sviðum sem ég nefna og fleiri sviðum sem þyrfti bara að fara í svona allsherjar gagngera athugun á hvar skóin kreppir í þeim efnum, þá vil ég sannarlega auki framboð sko, og það er að segja að ráðstafa fé sem hefur verið að fara í vitleysu útlendingamál í einmitt íslenskukennslu sem fer í gáfulega hluti. Það þarf líka að vera raunsær þetta einhverju leyti sko, og hægt að láta eins og sko, í sambandi við það sko, hvernig þú síðan hugsa allir framtíðar sko. Það er augljóslega eitthvað við atvinnumódeli hérna núna sem er að valda því að allur hagvöxtur þarf að koma í gegnum innflutt vinnuafl. Ef þú horfir á hagtölur til dæmis bara svona þætti eins og framleiðni eða annað eins og hvernig það var að þróast til dæmis í byrjun 21. aldar þegar við vorum með hið hataða bankakerfi og það fór eins og það fór, skilur, það var ekki það var augljóslega eitthvað, ég var barn sko, þannig ég veit ekki hvað var að sko, en hægri menn segja alltaf að þetta hafi verið hinn alþjóðlega lausafjárkreppa, það hafi bara verið skýringin, þetta var ekkert sér íslenskt við þetta, en hér varð hrun. Undirmálslánasamningar? Já. Hér var hrun og ég veit ekkert akkur það var það nákvæmlega en þetta var
góð atvinnugrein, að þetta var geðveik atvinnugrein, ef þú hugsaður út í það. Þetta voru hátækni, hámentuð störf, skilur, þú þurftir ekki að vera að flytja inn fólk til þess að vinna einmitt í láglaunastörfum til þess að sinna þessu, en samt flæddi peningurinn. Og eins og ég segi, ég ekkert að segja að þarna, sko þetta hafi verið gallalaust, augljóslega ekki, sko. En fattar hvað við, þú veist, það til önnur leið til þess að byggja upp atvinnulíf en bara með þenslu, bara með hagvexti gegnum útlendinga, og svo erum við með hana vítahring. Og ég vil allan að líka, sko, í útlendingamálum með horfast í augu við vítahringi, sko, þegar við erum að tala sko, heyrðu, allir innviðir að bresta. Við þurfum að fá útlendinga til að byggja upp innviði sem eru samt ástæðan fyrir að við þurfum að byggja upp svona mikið af innviðum. Og húsnæðismarkaðurinn, sem náttúrulega augljóslega, sko, mér finnst það líka alltaf vera bara fyllin í herbygginu í umræðu húsnæðismarkað. Það alltaf að tala svo ekkert, eins og þetta sé líka náttúrulögmál, sko, að bara hér bara eigi hlutfall útlendinga bara ár frá ári að gjörsamlega stigmagnast, Íslendingar hættir að fjölga sér, það skiptir ekki máli, ég meina, húsnæðismarkað verður að redda því einhvern veginn út af, skilur, hagvexti, sem ekki einu svona aukinn hagvextur á mann, sem ekki einu svona aukinn framleiðni, hann bara aukinn þensla í kerfinu, þar að segja þú ert með fleiri hendur og fleiri fólk, það að kaupa meiri drast, skilur, en það ekki eins og hagkerfið sé að verða þróara eða að diffka með meiri hátækni, það að gerast, en það ekki almennt á heildina litið að verða þróara, hagkerfið okkar ekki að verða þróara, sem svona framleiðni mælikvarðinn, skilur, það að verða þróara. Er þá hagvöxtur eitthvað sem við getum alltaf bara sagt, skilur? Þetta stendur undir hagvexti, af því að einmitt, þetta stendur undir hagvexti, já, ég meina auðvitað stendur undir hagvexti með fleira fólk, það bara segir sér sjálft, sko. Það ekkert afrek að fá hagvöxt í því umhverfi, sko. Afrekið væri að þróa hagkerfið. Hvernig er það gert? Þú veist, þá fara atvinnugreinarnar að rífast sín á milli, skilur. Já, ég myndi segja með aukinni orkuöflun og gagnaverum, sko. Til dæmis. Það bara frábær leið. Æðisleg leið. Það að afla orku þar sem við getum það, nota hana einmitt í slíka hátækni sem framtíðin. Ég meina, augljóslega, svo það náttúrulega, ég þessi stjórnmálumar að segja það, ég vil aukna framleiðni, auðvitað vilja það allir, það var allir stjórnmálumenn alltaf vilja það, sko. Þú veist, það ekkert svona, það ekkert edgy, sko. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun. Farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Það samt ekki alfarið, sko, eins og við sáum bara í kosningum, ég ætla að leyfa mér að segja 2017 og 16, og þá var aukinn framleiðinni líka eitthvað, sko, sem var ákveðin svona varhugaverð, það var svona eins og það væri varhugavert yfir höfuð að vilja aukinn hagvöxt af mann á Íslandi og vilja einhverja framleiðni út af því að það væri líka einhvern veginn að bara eyðileggja samfélagið og loftslagsmálin. Það eftir náttúrulega með bara sko svona dauðaköld í raun og veru líka. Nei, raunverulega það hefur einkenni slíks að vilja til mis bara samfélagum þínum í raun og veru ekki, þú vilt það mikið illt en þú vilt ekki að halda áfram að vaxa og dafna í raun og veru. En svo eru spurningum með vöxt og að dafna, þú veist, þarft að vaxa, skilur. Þú veist, það eru mörg fyrirtæki og bara hugsa fyrirtæki og ég verða að hætta líka þjóðinu við fyrirtæki því þjóð ekki fyrirtæki. Ég líkti þjóð við fyrirtæki núna daginn í klippu. Mér ekki illa, mér ekki vel við það, en það ekki góð líking. Þjóð allt annað í fyrirtæki. En í einhverju skilningi má líka við fyrirtæki og sko, ef við hugsaðum þjóðina sem fyrirtæki, þá hún náttúrulega núna, hún ekki, þú veist, og allir sem reka fyrirtæki eða vinna í fyrirtæki, þeir fatta, þú veist, fyrirtækið að, skilur, ná áföngum, þú veist, heyrðu, þetta vandamál hefur alltaf við í fyrirtækinu, við erum búin að ná að leysa það og hugsaðu bara þú veist, bara fæðingatíðni eða leikskólamál eða einmitt framleiðni, þú veist, alls konar svona bara mælikvarðar, þú veist. Ef þú værir í fyrirtæki og þetta væri bara ekki að takast, skilur, það getur ekki, þú veist, það kannski einhverju sem að ljúga sjálfur sér þetta make sense. En ef þú hugsar virði fyrirtækisins til lengri tíma fyrir hluthafa, þegar við erum alltaf að hugsa shareholder value, það það sem við hugsum fyrst og fremst. Virði fyrirtækisins til lengri tíma, þú veist, hvert verður það? Og að því að við erum að tala innflutning og að því að ég horfist í augu við það að ef við erum sem sagt, talandi við, helmingur útlendingar, skilur, og helmingur Íslendingar, ok, það augljóslega hypotetist greinilega, en þú veist, ég að segja, ef við erum
alltaf verið þessi samsætti við vorum og ég horfist í augu við að það hefur áhrif á samheldnina innan þjóðarinnar, hversu mikið við getum unnið saman, hversu fús við erum og þetta er rannsakað sko, þetta bara liggur fyrir í félagsfræðilegum rannsóknum að samheldni minnkar sko, þú ert ekki að fús til dæmis bara að borga skatt ef þú hefur á tilfinningunni að það fari bara allt til útlendinga. Þetta er Paul Collier sem ég einmitt heyrði að þú varst búin að lesa. Já, þetta er Paul Collier og þarna sem vel að merkja sko tengdur hefur verið til dæmis í góðu sambandi við danska jafnaðarmannaflokkin og mjög áhugaverð bók sem heitir Exodus, How Migration og hann er ekki harður í útlendingamálum þannig að hann er svona algjör miðjumaður í þeim efnum en skynsemismaður að útskýra þessar klísjur migration sem við erum náttúrulega ekki með gott orðið yfir, þetta er raunverulega fólksflutningar, við getum kallað þetta bara fólksflutninga í víðari skilningi og að því ég var að reyna að tala þjóðina sem fyrirtæki, ég meina þá ertu búin að líka lækka virði þjóðina sem fyrirtæki, þú er búin að lækka virði fyrirtæki sem þú veist að það er ekki að starfa jafn sko greitt og það ætti að vera, að því að þú ert ekki með þessa góðu þætti sem eru samheldni, traust, skilur, það er almennt traust í samfélögum, ég veit ekki hvort að maður geti fullyrt að traust, samfélagslegt traust, innbyrðist félagsauður, samfélagslegt traust hafi minnkað á Íslandi með þessum breytingum auðvitað í einhverjum skilningi, myndi ég halda ég meina sérstaklega þegar þú kannski getur ekki fest fingur á fólki, þú veist ekki, þú veist ekki með þú verður aldrei að fara að svíkja mig eins og ég veit, þú veist, ég er með þig sko, þú veist, ég er með þig hérna sko, ég bara, þú veist, ég veit þekki fólkið þitt, ég get fundið út í þér, skilur, það er eitthvað svona, alls konar þættir, ok þannig að þú veist, ef maður heldur áfram að hugsa þetta innan fyrirtækis, þú veist í hagvextinum, að flytja fólk til þess að standa undir hagvexti, þá er þetta ekki góð rekstur. Það er líka einn stór breyta sem hann nefnir að auki sko, er að ekki bara samfélagsleg samheldni á milli hópa minki, heldur samfélagsleg samheldni líka innan hópa, beggja hópa. Það er að segja sko, ef að erlendir aðilar koma í stórum hóp, og þetta fannst mér alveg mjög magnað, og eins og hefur svolítið gerst í Bretlandi og eins og Svíþjóð, þar sem það er innbyrðis átök milli hópa innflytjenda sem eru af sömu upphaflega erlenda bergi brotnum að hann bendir á að samheldin innan þessar hópa minnkar líka eftir því sem að það er stærri hópar sem eru í sama samfélaginu sem hafa mismunandi gildi. En sko, það er líka áhugavert sko, og eins og ég segi, eitt er að horfa á rannsóknir sem segja þetta og sen er bara að horfa á veruleikann, bara opna augun og bara sjá og horfa til auðvitað sko. Sem mér hefur fundist alveg sko að vera svona stærsta breytan í því þegar ég er að tala útlendingamál sko, út af því að Margrét Valdimars, ég er náttúrulega mikill aðdáandi hennar og mér finnst hún mjög fín og ég held hún, þú veist, sem kallar hann einhvern algjör bitbullara á eitthvað henni, ég er ekki sammála því sko. Hún er ekkert svona harður vokisti sko. Nei, hún er það nefnilega ekki sko, en hún, sko, ég held að það sé bara sko, ég held að það sé högt á rannsóknum og veruleikanum. Já. Og ég held að við séum að horfa þá gjá og ég meina ef þú lappar til mér á Ingólfstorg kvöldi á laugardagskvöldi, bara sérðu annan veruleika heldur en það var. Já, sko, það er algjörlega, og það er eitt er sko högt á veruleikanum og rannsóknum, að rannsóknum sé ekki búin að ná í skotti á sér það hver veruleikin er orðinn, en síðan er líka bara áhugi fræðasamfélagsins að hverju beinist hann. Heyrðu, gerum rannsókn fordóma sem innflytjendur mæta. Gerum það. Við skulum ekki samþykkt. Já, beint samþykkt sko. Gerum það. Þú veist, þetta er alltaf, þú veist, þetta er bara svo rúffréttir, skilur, þú veist, ef það er eitthvað sem hendar málstafnum, þá munum við flytja fréttir að því, en við ætlum að bíða með þetta er ekki alveg nógu örugt, ég meina leigubílstjórinn hann að gaurinn, dýrlingurinn. Já, dýrlingurinn, Saint Paul Ede. Þú veist, einhver brjálaði leigubílstjóri í einhverju rugli og taxihundirinn er að posta þessu og veist, eina fréttin sem RÚV hefur flutt bara frá upphaf til enda taxihundirinn er einhver gælla að segja bara, þetta er hættulegt. Skilur. Já, ég held að ég veit ekki hvort ég er ekki múin að fara í einhvern fréttar, en það er eina fréttin sem maður hefur séð frá RÚV þú veist, það er aldrei, er eitthvað fókt að byggja ákjöf leigubílamarkaði, heldur það er hættulegt að þessi gaur sé að segja frá því, sko. Já, sko, ég tók daginn, ég tók leigubíl hjá honum og hjá dýrlingnum. Já, dýrlingnum, já. Og ég sem sagt var búin að ég er ekkert að efast að, þú veist, ég veit ekkert hvað gaurið er, sko. Nei, hann sko, hann var sem sagt í fótbolta í Fram, held ég. Ef ég taxihundur fóru rétt með hann en ég tók viðtal við taxihundur og svo er ég að labba heim og hann, sem sagt, dýrlingurinn segir svona, taxi og ég eitthvað segi við hann bara, no, I don't trust you I know who you are. Já. Og þá snappar hann sko, byrjar að drullið mig og við byrjum bara að öskra hvernig hann, þannig að ég sest bara upp í bíl hjá hann. Já, ok, þannig að það var niðurstaðan. Já, það var niðurstaðan og ég sagði bara, ok, þá bara ræðum við þetta og
hann útskýri fyrir mér að þetta sé alltaf rasismi og hann sé ekki að svindla og annað, en ég veit að hann er að svindla. Já. En skilurðu, hann sagði bara búið að vera erfitt að búa hérna á Íslandi og þetta er ömurlegt og ég sagði það þýðir ekkert samt að þú getur hagað hann svo fáiði sko. Og hann fór eitthvað að svona fara alveg frjálslega með sannleikan eftir sem ég komst svo að, þannig að ég held að þetta sé bara maður sem eigi ekkert að vera leigubílstjóri. En hann skutlaði mér heim sko. Já, þú komst á leiðarenda. Já, ég komst á leiðarenda. Nei. Og það var ekki 9.000 á startmælunum sko. Nei, og hann, nei sko, þú veist, ég veit ekkert hvað snýr upp og niður í persónulegum málum þessa gaura og þetta er alltaf mjög kaotískar færslur, þetta er bara eitthvað, þetta er svo mikið klötter af upplýsingum að maður svona, getur ekki, það er ekki eins og ég sé að opna og lesa þetta svona eitthvað, maður sér bara svona upplifun að því að það sé eitthvað kaos í gangi og svo sér maður bara miklu alvarlegri fréttir að það sé bara svindl og rugl í gangi og bara mjög alvarlegur öryggisvandi á leigubílum og kynferðisafbrot og fleira það er síðan bara svona alvöru vandamál sem er bara staðreynd það er orðið staðreynd eftir þessa breytingu voru gerðar og að mörgu leyti er þetta líka það sem að þú færið þessa árekstra af þessum göfu hugsjónum algjörlega frjálsan markað versus bara það er ástæða fyrir að við regulerum suma hluti, það er ástæða fyrir að við höfum viðmið, það er ástæða fyrir að þegar þú ferð, þú veist, að fasteignasalar eru með sérstakur réttindi, þeir hafa sérstakur lagalega ábyrgð og svo framvegis og það, eins og segir, þetta er ekki bara læknir, þetta er fasteignasalar, það er alls konar stéttir sem er bara eitthvað, ok, reynslan er bara svo að hérna þar og það getur vel verið að svo regulering gangi bara alltaf langt á mörgum sviðum, út frá því að leyfa markaðnum að blómstra, en svo getur vel verið að hún sé bara tilkomin á ástæðu og nauðsynlega og það getur, þú veist leigubílstjóri, var leigubílstjóri sko, ég tók þessi réttindi og hérna ég keyrði leigubíl í 3 ár með svona löngum millibílum reyndar og ég meina, það gert sko þegar aukaskólinn í Mjódd reyndar sem hefur rakað held ég, fyrst að þeir eru að gefa svona mörgur réttindi sem að eiga augljóslega ekki að vera með réttindi og þeir séu að maka krókinn þar sem ég tel að þeir séu að gera að þá hérna sko er gert ráð fyrir því það er farið yfir mikið af reglum og það er farið yfir mikið af svona viðmið og hannig og það sko, það var alltaf sko þegar þú keyrir leigubíl, þú veist, þá snýst þetta svolítið það að fá dýrurúndana og þetta snýst svolítið það, skilur þetta er samkeppni og þetta eru oft gaurar sem eru kannski ekkert svakalega frábærir í félagslegum hérna, samskiptum oft, þannig að það kemur upp ágreiningur og það er bara þekkist, en aftur á móti þá hefa sko svona ákveðin hvað var að segja, svo notur bara þetta orð, bara samheldnin hefur rakað gríðarlega með innkomu ýmissa fyrirtækja og ýmissa aðila sem eru að keyra leigubíl og það einmitt, út af því við erum að tala um þetta mutual regard Paul Collier, að þá hefur það, sko samheldnin innan markaðarins líka brostið, sko. Og það sem hefur náttúrulega slæmt sko núna allir eins og hérna á Leifsstöð að þá átti að vera ráðast svaka átak til þess að hérna takast á við þennan vanda en núna er aftur á móti raunveruleikin orðið þannig að Íslendingarnir, það er ekki séns að þeir taki litaðan hérna leigubílstjóra þannig að það er alltaf hvíti leigubílstjórinn á Hreyfli sem fær túrin en það er aftur á móti bara niður í Keflavík þannig að þeir sem eru eftir fá alla bestu túrana og það er svolítið niðurstaðan núna hjá hérna Isavia sko, sem að náttúrulega hefur verið ótrúlega hrædd við það að takast á við þetta. Já, nei sko, og að mörguleiti, þú veist, ef við hugsa bara flugvöllin bara, þú veist, sem þarna mikrokosmos, skilur einhver lítinn heim og ef hann er lýsandi fyrir það, þú veist, landi í heild eða samfélagi í heild, skilur það er þetta að við gerum okkur grillur það að sko, ef þú færir hérna bara hrausta karlmenn á vinnu aldrei, þau eru bara mætti til að hasta þessi völl ég meina, það er bara þannig sem hrausti karlmenn á vinnu aldrei eru, sko, það er bara, ok hvernig get ég ná þessu, hvernig get ég grætt sem mesta pening gera þetta, beita þessum bröðum, skilur svo bara misjant hversu ósvipnir menn eru ég er ekkert að segja að það sé sko þjóðirnir þeirra sem skilgreinir hversu ósvipnir þeir eru, það er bara ekkert þannig, það er bara í eðli fólks að vilja hasta þessi völl, sko það er ákveðin aðalega samtum eins og frá Sómalí og annars staðar sem hafa verið mjög slæmir sko. Og það er nefnilega, þá eru þeir úr öðru menningarheimi, það sem aðra reglur gilda þeir bara koma með þær með sér, skilur og það, Paul Collier fjallar meira sem líka um þetta það er bara annar félagslegu rammi og hann kemur inn hingað og í okkar ramma þá bara kemur þetta okkur fyrir sjónir sem bara mjög slæm félagslega hegðun, þetta er ekkert þar sko eða þú veist, ef maður ætlar að vera einmitt inngildingasérfræðingur þannig að þú veist sem að þú ert sem ég er inngildingasérfræðingur akkur titlarum við ekki sem inngildingasérfræðing þannig að þú veist en þú veist þetta ættu inngildingasérfræðingar að vita að þú veist það er bara mjög ólík menning og svo bara koma þessir árekstrar en það er aðalega bara þessi blindni og afneitun það að það gerist sem ég held að geri fólk gjörsamlega klikkað
og ég held að það þarna róttækni væði fólk þegar það alltaf einhver veruleiki og svo bara eitthvað byrju viðtal á RÚV og bara ekkert þennan veruleika, bara einhver sérfræðingur af einhverjum ástæðum að menntavísindasviði að segja mér að þetta sé alltaf leið og ég sé að ímynda mér og það sé vandamál hvað ég að hugsa sko. Þú veist, það eða sérfræðingur úr háskólum allan að það sé vandamálið, að þú sért að hugsa þetta. Þú veist, það geðveikin sko. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Ég að taka eftir þessu sko, það eru flestir sem að taka eftir þessu og vandinn, þetta það sem Douglas Murray hefur ótrúlega mikið fjallað í sambandi við þetta hvernig tekið á móti mismunandi hópum, að þegar að umræður hafa sprottið upp það hvað sé að gerast í þeirra samfélögum með Oxfordshire skandalinn og Rotherham skandalinn, þar sem að bara ungar stúlkur voru bara teknar og nauðgað og algjör viðbjóður, svona grooming gang skandal eins og hann kallar. Og sko eini vandinn sko eins og Douglas Murray talar sko að vandamálið hefur alltaf verið að það sé umræða þetta. Já. Það ótrúlega skrítin afstaða til einhverja vandamála, sérstaklega þegar sko fyrir ekki svo löngu var sko á svona, hvað við segja, í hæstu tíðinni þess hvers konar umræður var að eiga þessu stað, voru fréttir og umfjöllanir kynferðisafbrot. Svo allt í einu fer það einhvern veginn, þú veist, dalar aðeins og þá kemur þetta upp, skilur, eitthvað hræðilegt kynferðisafbrot og nú ég að tala breytland. Að þá eru umræðunar sjálfar orðnar vandamálið. Já. Og maður eitthvað, ha? Nei, og það það aftur sem ég var að segja áðan, sko. Þú ert með svona hýrarkíu hugmynda, skilur, hvað í opna samfélaginu, hver eru reglurnar, skilur, það ekkert við og þau, þú veist, það ekki tilnætt sem heitir útlendingur, það ekki tilnætt sem heitir framandi menning, það allir jafn góðir í öllum heiminum, skilur, þú veist, þetta eru svona grundvallarreglur og svo ertu með einmitt, öryggi kvenna eða hvað sem skilur og þá það mikilvægt, en greinilega þegar þú ert komin þarna í umræðinu að fara að láta þess að umræðin sem vandamáli, þá það í raun og veru komið skör neðar í þessari pólitísku forgangsröðun. Þú veist, ég held að maður sér þetta náttúrulega mikið hér á Íslandi að jafnvel einmitt frá bæði Kristrúnu sem forsætisráðherra og síðan hjá Þorbjörgu Sigríði sem dómsmálaráðherra að oftar en ekki þegar verða að ræða útlendingamál það einhvern veginn öll umræðan umræðina. Veist hvað við? Þú veist, það komið einhvern veginn í fjölmiðla og eitthvað svona, já, nú hefur farið að stað umræða. Við bara skulum horfast í augu það. Þú veist, og maður eitthvað svona, aha, ok, og hvað finnst þér? Hvað finnst þér málið? Þú veist, það bara, þessi umræða getur verið svolítið erfið og flókin og við þurfum að taka umræðina þessu umræða. Þetta alltaf svona, þetta það sem ég kvartaði undan lengi og ég bara svona, hvað finnst þér? Finnst þér að við ættum að reyna að hætta að taka við hælisumsóknum og reyna að róa þetta kerfi hérna meðan við erum að reyna að átta okkur á þessari mynd, þurfum við að einmitt, þú veist, grípa til aðgerða til þess að tryggja einmitt að ef að þarna fólk hefur ratað hérna á fölskum forsendum og að fremja glæpi að einmitt koma úr landi, þú veist, er það ekki umræðan? Er það ekki umræðan hvernig við erum að leysa þetta? Nei, umræðan einhvern veginn það hvað við erum öll svona viðkvæm í sálinni og verðum að, og þú veist, eins og ég segi, ég var þar að mörgu leyti hugmyndafræðilega, ég skil 100% hvaðan það kemur og fólk vill auðvitað ekki að það sé einhver neikvæð umræða einhverja hópa, það sé alhæft eitthvað, þú veist, þetta eru bara 100% sjónarmið sem ég fylgi, sko, þú veist, en það getur bara ekki vegið þyngra slíkt hik en að bara leysa vandamálið fyrir hagsmuni okkar sem þjóðar, sko. Þú veist, það bara vegur miklu þyngra í mínum augum. Það þýðir augljóslega að, skilur, eitthvað fólk mun alltaf saka mann bara, ég meina öll þessi ljótu orð, sko, eitthvað hatur, en ég raunverulega hatinga mann, sko. Ég vil bara leysa þetta og gera þetta vel og þannig okkur líði öllum sem best hérna í samfélaginu, sko. En þú ert eftir að svara því einmitt í þess samvændi við þetta rant sem ég tók hérna áðan, það samvændi við, út af því að, sko, nú veit ég það að bara fólk sem talar þig sem rasista. Já. Og talar líka mig sem rasista og það trufla mig nákvæmlega ekki neitt því þessi hugtök einhvern veginn orðin algjörlega merkingarlaus og en ég velti fyrir mér, sko, þegar þú veist hvað afstöðu kannski þú tekur ekki gagnvart endilega þessum stimpli
heldur svona umræðan út af því að til dæmis núna varstu á samstöðinni það sem varst með Nikoli Mosti og Margréti Valdimarsdóttur, Sigurjóni Egilssyni og Gunnari Smára og þar sagði Gunnar Smári sko að þetta flaut svolítið svona framhjá en mér þótti alveg svona magnað að hann væri að henda þessu hugtaki inn sko hann talaði það að þú væri svona að leitast eftir hreinleika samfélagsins Nei, þú veist það er enn og aftur líka í þeirri umræðu, þú veist, ég að mörguleiti áfellist ekki Gunnar Smára fyrir að fara svo villur vegar hugmyndafræðilega að geta ekki átt umræður þetta án þess að einhvern veginn þetta sama sem nasismi þú veist þetta er raunverulega, mér finnst þetta bara svona lýsa fattaru, mér finnst þetta bara lýsa því að bara þetta er nasismi ég ætla ekki að ræða þetta, þú veist jafnvel þótt að ég finn eitthvað athugavert í þróunina í útlendingamálum en það er nasismi þannig ég ætla ekki að gera það þú veist, það eru, að því ég var að tala með náðan það eru leksjur sem við drögum af sögulegum stórslysum og tökum og gerum að dogma og gerum að einhvers svona trúarlegum kennisetningum hið opna samfélag þá bara má ekkert verða til þess að skyggja á þá útópísku sýn að það geti bara hver sem er komið í hvaða magna sem er hvernig sem er og það verði allt frábært og það verði engar neikvæðar afleiðingar það er dogmað, skilur, að segja sér það, skilur ég held að langflestir séu að víkja svolítið frá þessu eða svona allavega að leyfa sér að fatta að ok, ég get alveg velt þessu fyrir mér og ég er ekki nasisti, kemur í ljós þú veist, en sumir eru fastir þarna í þessu skotgröfum hreinleika samfélags, ég veit það ekki ég veit ekki eins og hvaðan Gunnar Smári, hann er bara að taka viðtal þarna, skilur hann, maður getur alveg en hann vissulega fattar ekkert hvað er í gangi í útlendingamálum, hann hefur aldrei fattað það almennilega, hann fattar alveg margt annað sko í samfélaginu, mér finnst hann öflugur pælari sko á mörgum sviðum sko en hann fattar þetta ekki og líka flestir sem sko, það er eitt ótrúlega sterkur vingillíf það er núna allir eru ótrúlega mikið af ungu fólki sem er hlustað þetta hlaðvarp þetta er bara, hefur komist upp í 50% 16-25 ára Já. og sem er mér þykir alveg 16-35 allavega, ungt fólk er mjög mikið að hlusta og hérna ég mikið verið að tala ungt fólk, ég er náttúrulega að þjálfa ungt fólk og ég þjálfa unga aðila frá Sýrlandi og Kúrdistan og allir, ég fer alltaf yfir þetta en allavega, hérna, og ég, þú veist það er allir podcastarar með sína klísjur já, nákvæmlega, taktu þína já, takk, ég tek mína, þetta er hún hérna, en það er sko, í þessu er að ungt fólk er alltaf að vera hægri sinnar og Margrét Valdimarsdóttir kom inn á þetta í viðtalinu sem ég var að ræða hérna áðan með þér og það sem að mér finnst alltaf magnaðast við þetta sko, er að þetta eru aðilarnir sem eru líklegasti til þess að verða mest áskynja þá þróun sem er að eiga þessi stað á þeim sviðum sem við erum að ræða hér, það sem við erum að hafa áhyggjur af í sambandi við útlendingamálin sem þetta er bara áþreifanlegt alveg sama hvað þú dreipur niður að þetta er að verða að hafa miklu meir áhrif á ungt fólk og svo er það að vera hægri sinnaðra og þá er það einhvern veginn orðið áhyggjefni en fólk einhvern veginn parar ekki saman hennar raunveruleika ungt fólk er miklu líklegra til þess að vera áskynja nýjan raunveruleika sem er búinn að festa rætur í íslensku samfélagi, samtöðu skipulega brotastarfsemi og allt þetta dót en það er eins og þú segir, sko, þetta er eitthvað glitch Nei, og þú veist og í þessari umræðu, sko, hérna, ungu karlana, skilur sem er raunverulega látið eins og sé hryðjuverkaógn, skilur að ungi karlmenn séu bara ekki woke vinstrisinnaðir það er raunverulega bara, ef að þeir eru ekki woke og vinstrisinnaðir þá er það hryðjuverkaógn og mér finnst þetta bara svona ljótt og andstyggilegt kúgunatæki gagnvart ungu körlum. Mér finnst þetta bara svona ofbeldisfullt að segja þetta við unga menn að það séu ekki woke og elski ekki kynjafræði og fjölmenningu að það þeir sé hryðjuverka ógn hreinlega og þetta er svona, og ég veit alveg að síðan er eitthvað svona nei, þú veist, eins og vorum að ræða þessum þætti annars sko, nei, þú veist ég er ekki talað pólitíska skoðanir, bara jú, þetta snýst á endanum pólitíska skoðanir þeirra og það er enginn furðaði sé að verða hægri sinnaðir. Í fyrsta lagi náttúrulega hefur það gerst á einhvern hátt, undarverðan hátt í menningunni að einhver svona grundvallar íhalds hugsunum samfélagið, bara gömul og góð gildi á ýmsum sviðum, ekkert allir aðhyllast þau á öllum sviðum en svona bara, til dæmis bara þrá eftir Guði, skilur, eða aðdáun á þjóðsinni, eða þú veist, svona þessi gömlu, djúpu gildi sem skilgreindu öll samfélagin okkar, hérna alltaf sko, þangað til að eitthvað breyttist sko, þangað til að opna samfélagið varð í raun og veru bara meginströms svona átrúnaðar goðið, skilur, það voru við með önnur átrúnaðar goð, þannig að ef að það verður eitthvað afturhvarf til hins
þá er það ógn við opna samfélagið og það sem hefur hins vegar gerst er að þú veist, þessi gömlu gildi hafa einhvern veginn brotist í gegnum ritskoðunar múrin, skilur og ramman sem var búið að byggja og bara læsa og segja bara hérna, þetta er endalok hugmyndafræðina hérna 1990, þetta stoppar hér, við erum ekki að breyta neitt meira þá verður það svo mikil ógn að þeir eru einmitt kallaðir öfgamenn og svo framvegis, en hins vegar að því að þetta er búið að brotast í gegn, þá náttúrulega segja miklu, þú veist, þá geta ungi karlmenn einhvern veginn verið mögulega eins og þau voru alltaf, skilur, kannski var hitt miklu meira undantekning að einhverju ungi karlmenn vildu einmitt, þú veist, ég byggja sig upp, byggja upp líkama sem vera stoltir af sig, vera ekki alltaf að segja, þú veist, þarna, nei, ég þarf að gefa konum pláss eða ég þarf að gefa hinsegin fólki pláss eða ég þarf að gefa útlendingum pláss sem eru svona forskriftirnar í menningunni, þetta snýst í raun og veru, þú veist, efnið og hugmyndafræðin er oft svona á þessa leið, bara bókstaflega eins og ég fjallaði sko, stundum er þetta alveg grímulaust, sko, eins og bara eitthvað, heyrðu, hérna, prógram í HR, einhvern mann, ég man ekki hvort þú munir eftir því, sko, en eitthvað svona, tölvunarfræði fyrir stelpur og stálp, bara eitthvað sérstakur dagur, bara strákar, fókið ykkur. Þú veist, gaurar sem hafa lifað þessari menningu, og svo einhvern veginn kemur COVID og þeir eru bara innilokaðir og allt í einu birtast þeim pælingar að hey, kannski þarf ekki að vera svona, kannski þarf ekki að skammast þín fyrir að vera þú, kannski máttu bara vera ánæður, kannski máttu bara reyna að vera sterkur og segja þína skoðun, ekki til með þessi ritskoða þig allan tíman, máttu bara djóka eins og vilt. Þetta koncept, skilur, síðan byrjar þetta, fattarðu. Og þetta er á einhvern hátt ógn við einhvers konar hugmyndafræðileg yfirráð sem ákveðnir hópar hafa náð, vegna þess að þarna kemur fólk sem segir, skilur, líka, merkimiðarnir þín er ekki að fara að virka, skilur. Þú veist, það er alveg sama hvað þú segir mig, ég ætla bara að vera eins og ég og segja þess að ég hugsa, ég meina, ég er ekkert að reyna að særa neitt, sko, ég er ekkert að reyna að leiða ég er bara að reyna að vera ég sjálfur. Ef við hugum að bara eftirspurn kvenna, ég veit ekki þá konu sem er að leitast eftir maka sem er að einhverjum, má ég tala núna, er alltaf lagi, takk þetta, má ég fá mig líka. Og svo það er ekkert engin eftirspurn eftir þessari dellur. Það hefur alltaf verið náttúrulega misræmi í því hvað kannski hugsar datingmálina, því þar er að verða eitthvað svona gjá líka heyrimaður að gaurarnir eru blackpillaðir og hitta síðan konu sem er bara mjög frjálslynd og ég veit ekki hvað hún fær efnið, en kannski TikTok fítið þannig og X, ok, hún er þá líklega ekki á X, eða einhvern veginn umhverfið er frjálslynd, liberal og svo er karlinn komin á allt aðra víbru á sínum miðlum. Þetta heyrir maður að sé að gerast og það verður bara svona ákveðið misræmi og svona stefnumóta menningin, hvað getur maður sagt, hún fer ekki varhluta af þessu að þetta sé að gerast og þetta verður erfiðara og erfiðara fyrir fólk að makast. Annað í því sambandi er að þú veist, karlar í þessum woke-kúltúr, þeim hefur alltaf verið sagt, sko, nei, konur vilja, þú veist, karlar sem gráta eitthvað svona, bara, hey, nei, það er lygi, þú veist, auðvitað að gráta og svo framvegis, en þú veist, konan er ekkert eitthvað, hún er ekkert að hlaupa eftir í raun, þú veist, eins leiðilegt að það er að segja, skilur. Mér bara, maður getur horfst í augu við mannlegt eðli líka, sem er líka, þú veist, því að maður var alltaf í kosningabaráttunni einhver manni að þetta var alltaf bara, maður fór í menntaskóla og það var náttúrulega hluta til að svo að fara í gin ljónsins í einhverju marki, sko, þó að það hafi verið fullt af gaurum, sko, sem fíluðu sittið, sko, en þú veist, þú getur gert þér í hugalund hvernig umhverfið það er, menntaskóli. Og það var alltaf svona, heyrðu, þú veist, það var alltaf verið að tala um feminisma og hvort maður verið feministi og að því að tala um þetta eðli dæmi, þessa eðlishyggju, skilur, og svo er það, þú veist, eðlishyggja, orð yfir það að halda þessi til eðli. Fattar þú eðlishyggja, raun og áhugavert koncept, sko, þetta er eðlishyggja að gefa sér að sér til eitthvað sem heitir eðli, sem það er, skilur, en eðlishyggja gerir það svona framandi koncepti, hann er eðlishyggjumæður, en ég er ekkert eðlishyggjumæður strangt til tekið, en það er til eitthvað sem heitir eðli karlmanna og eðli kvenna, skilur, það var alltaf verið til, fattar þú, það var bara fyrir svona nokkrum áratugum sem menn fóru, og það er þess vegna segist ekki vera feminismi vegna þess að, þú veist, þarna róttæku feminismi er einmitt afneitun á því að það er til eitthvað sem heitir eðli karla og eðli kvenna og ég held að ef þú afneitir því þá getur þú bara ekki átt neina frjóar umræður ever þarna kyn og kynferði, skilur að því við erum að tala um þarna hvað konur vilja í raun og hvað karlar vilja í raun, þetta er náttúrulega mjög þarna erfitt að festa fingur að það, þetta eru töfrar, sko, þetta eru raun og veru eitthvað sem er æðra okkur, sko, þetta er svona að hluta til svona hefur þetta trúarlega þýðingu fyrir mér, sko, hvað er kona og hvað er karl, skilum að bara, þú veist, og hvað er kvár? Já, hvað er kvár? Það er hvað er kvár? Ég veit það einhver, skilur.
Nei, þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvað það er svona, það á að vera hvorugt, skilur og það er líka róttæki feminismin hann í raun og veru þróast inn í þessa hugmyndafræði að, skilur, kyn ekki aðeins skiptir það ekki máli hvors kyns þú ert heldur kyn ekki til, skilur, sem breyta, raunverulega breyta það er bara til eitthvað sem heitir vitund og þá bara upplifur það, skilur Aðhyllist þú kynja tvíhyggjunni? Já, ég veit ekki hvað önnur kyn eru til en kall og kona Til nei, það er eitthvað demi-queer er kynhneigð, held ég. Já, nei, ég var einu sinni með öll þessi hugtök á lás. Ég þekki þessi tökin. Það er auðvitað, þú veist, hægt að búa til eitthvað pólitískan veruleika og eitthvað samfélagslegan sannleika eða sko hugmyndafræðilegan sannleika, trúarlegan sannleika um eitthvað annað og auðvitað fólki fyrir ást að gera það, sko. En, þú veist, talandi sko, akkur eru bakslag, skilur, þú veist, þetta margum talaða bakslag sem alltaf er að tala skilur þú veist, eitt er að sem var bara alltaf fyrir hvað þú tekur þetta 10 ár 15 ár aftur í tíman skilur þá var það bara já, ef fólk vil lifa sem kona eða lifa sem kall, upplýsa sem kona, kall það voru allir bara breytum nafn og fornöfn eða hvað sem er og skiptum kyn og bara, þú veist, það voru allir alltaf bara mjög slagir, hvað því sko og umburðalindir allan allt sem ég þekki sko síðan alltaf verður þú veist, svo hugmyndafræði hún tekur á sig alls konar aðra myndir það til mér bara það megi ekki segja sér til tökinn það megi ekki segja lengur hvað kona íþróttirnar, fangelsin klefarnir, það megi bara hreinlega ekki þú veist, og að því marki sem þú mátt hafa aðra skoðun kannski segir einhver að þú megir hafa aðra skoðun en þú mátt ekki tjá hana þú verður hreinlega sko sóttur til saka leikur við og að hluta til á Íslandi það við verið að sækja menn til saka fyrir að segja til þess að konur get ekki fætt börn nei, að karla get ekki fætt börn, skilur þú veist, þannig að það er oft látið eins og sko, þú veist, það sé bara ekkert sem hafi breyst að allt í raun bara hafa allir orðað móti hommum og lesbíum þegar bara eitthvað svona fólk að bara með alls konar pælingar það sko, hvernig glæni í hugmyndafræði tekur á sig mjög forvitnilega myndir sko, þú veist En ef þú grefur djúpt í hjartarætunar og gefur mér hreinskilnislegt svar alveg frá þínu hjarta trúir þú því að konur geti breytt sér í karla og öfugt? Nei, ég meina þú getur sagt það, þú getur lifað þannig en getur þú breyst? Ég meina, þetta er líka sanna fyrir okkur að þetta er trúarleg spurning, skilur bara þessi spurning sé til, hún alltaf varpa ljósa að þetta er trúarlegt þú veist, að hluta til ef hann getur annarkvort trúað þessi ekki, rétt eins og það getur enginn trúað því eða ekki að ég sé karl, skilur það efast enginn það, ég efast ekki það þú mátt alveg segja eitthvað annað, sko bara eins og vilt, sko, en sannleikurinn sá að ég karl hins vegar, sko, umburðarlyndi gagnvart bara öllu fólki, hvernig sem það vil lifa sínu lífi, ég hef alltaf verið mjög frjálslyndur í þessum efnum, bara snilt, sko, fagna alls konar rugli, sko, alls konar kynvitund eða hneigðum eða hvað sem er, sko, en síðan er eitthvað svona, nei, þú ert á móti, þú veist, hinsegin, hvað er hinsegin, skilur, þú veist, það er líka bara ákveðin leið til þess að hópa fólk eftir, hvort sem það, þú veist, Þá eru komin í við og hinn? Þá eru komin í við og hinn, sannarlega, að þetta sé eitthvað svona hinsegin og ekki hinsegin og svo eru hinsegin einhvern veginn, einhver sérhópur sem er svona smá töfrablær, sko, þú veist, þú ert bara annarkvort hinsegin, ég veit fullt af fólki sem er með einmitt alls konar kynvitund og alls konar hegðun og kyntjáning og hneigð og alls konar dæmi í gangi, en það er ekkert eitthvað ég er hinsegin, það upplifis ekkert sem hinsegin það jafnvel hafnar þessu hugtaki, sko, segir bara ég er ekkert, ég er bara eins og ég er, sko, en ég er bara með alls konar dæmi, þannig að þú veist, þessi hópun og þessi skilgreining að þetta sé hinsegin, það er alltaf líka bara það er bara að hluta til svona orðræðu ákvörðun að hafa það þannig, sko, af því þá getur náttúrulega líka alltaf látið eins og einmitt bara eitthvað svona pælingar það hvað þessi hugmyndafræði öll táknar og hvernig henni er framfylgt að það sé einhver andúð gegn hinsegin fólki sem er bara gjörsamlega út í hött að nokkur maður hafi andúð á einhverjum öðrum að því hann velti fyrir sig bara einhverjum svona metafísiskum forsendum þess bara eru konur karlar ef að maður bara ákveður það, þú veist, eða öfugt og þetta er náttúrulega reyndar margt áhugavert í þessu, það er náttúrulega yfirleitt ekki konur sem er að breyta sér í karla, skilur, þetta er eitthvað karlar sem breyta sér í konur, þú veist en það er brandarinn, sko, að bara, hey, þú segir nákvæmlega allt sem við segjum eins og við segjum það, annars ertu með einhverja andúð á einmitt, hinsegin fólki þú veist, það er líka hluti af þessum fasisma, sko
þú veist, og já, það er margt um þetta að segja sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Hvar voru við? Við erum búin að vera á svo miklu flugi. Hérna, ég fekk fleiri spurningar, breytum að þessum kúrs hérna. Einn vildi vita að ef að þetta gengur ekki upp, þessi alþingismanna ferillinn, hvort að þú sjáir fyrir þér að standsetja Latabæ á ný og leika glanna glæp. Já, eru líkindin... Hefurðu fengið þetta að? Já, ég hef verið kallaði líkur glanna glæp. Það var alveg serja, Latabæ. Hún var það? Já. Hérna, mjög svona, hafði mjög mikil áhrif sko, líka sko Magnús Gefing kannski, hafði líka bara mikil áhrif í Bandaríkjunum. Já, nei, algjörlega, þetta var algjört þarna... Með mataræði og fleira sem ég veit að þú ert mikið að pæli? Já, nei, hann var mjög framsækinn og sko þarna áhugavert að koma í raun og veru hollustu í mataræði inn í efni fyrir börn, skilur, raunverulega svona fagfræðilegt afrek öðrum þræði að gera það. Og svo seldi hann þetta og svo held ég að hann sé búin að kaupa þetta aftur og vilja eitthvað standsetja þetta aftur, en við erum ofta að horfa á barnaefni við strákarnir heima, aðalega sko ég þarna sé ekki að Latabær sé inn á RÚV, augljóslega ekki, en hann var alltaf inn á Stöð 2, er það ekki? Það gæti passað sko, ég hef ekki skoðað þetta sko. Hvernig velurðu hérna barnaefni? Fyrir börnin? Ég sko er með þá reglu að ég spila oftast Disney myndir sem að ég tel að hafa jákvæð skilaboð, en svona fyrir 2014. Já, það verður að draga línu. Það varð woke og svona rugl sko. Ég, sko með elsta okkar sem er 7 ára núna, þá voru alltaf eitthvað svona, forðast YouTube í lengstu lög og höfum alltaf gert það eins og við getum sko, bara út af svona djöflasýrinu sem kann að poppa upp sko, og líka svona málvenda sjónarmið að minni hálfu líka, þú veist, bara að passa að menn séu svolítið í íslensku heiminum, bara mesta áreiti á íslensku á öllum sviðum, og það hefur bara heppnast mjög vel sko, en núna margir vinir hans eru búin að sjá ensku og kunna ensku alveg sko, og ekkert hann alveg, og þá er eitthvað svona, já, kannski má hann alveg sjá þetta, getur að lært ensku, það er svona skaðlaust ef hann lærir íslensku líka vel, skilur, hann alltaf að fara að þurfa að kunna ensku, þannig að ég vil að meira húmor fyrir því núna að miðjustrákurinn Mási sé að sletta ensku, hann er alltaf ekki að gera það, hann sér aldrei ensku í raun og veru YouTube sko, en maður svona að mörguleiti í svona þessar tvítingis umræðu sko, og að því að sko börnin eru miklu leiti tvítingd núna upp til hópa núna á Íslandi, ekki tvítingd sko raunverulega, þeir hafa ekki raunverulega djúpa málkunnáttu á ensku, en svona yfirborðunum til þessi hreimurinn og annað eins gefur þeim þannig forsendur til að læra máli að þau geta orðið raunverulega tvítingd, og þetta náttúrulega gildir um allan heim sko, og ég hef haft áhyggjur af þessu í samhengi við íslensku kunnáttu barna, vegna þess að sko það að verða fullnuma í tungumáli til þess að geta sko það sem við kallum á LinkedIn full professional proficiency, þú veist, til þess að geta raunverulega sagt að þú getur unnið á málinu, tekist af hvaða aðstæði sem er og bara fullkomin kunnátta, þá þarftu, og það sem áttum okkur ekki á sko, þá þarftu svo ótrúlega mikla og langa og endurtekningasama og svona ítarlega þjálfun í málinu að það í raun og veru þarf helst að vera líka í aðþrengingarefninu, skilur þú veist, að því að aðþrengingarefnið þitt er ef allt gengur vel klukkutíma á dag, en raunveruleikin kannski 3-4 tímar á dag, þannig ef þú ert of berskjaldaður sem maður kallar það fyrir ensku, þá náttúrulega er mikil hætta á að sko það hafi neikvæð áhrif á þitt eigið málkerfi sko, en síðan þú veist spilaði maður World of Warcraft frá því maður var 8 ára í marga klukkutíma á dag, og mér tók samtala að kunna íslensku, þú veist, þannig að þú veist, eitt sem ég veist mjög áhört í þessu er að sko setningafræðilega er þetta búið að breytast miklu meira heldur en endilega það, ég tala alltaf íslensku sérstaklega með úlingana, en setningafræðin er til áhugaverð því að sko þau raða orðanum upp eins og þau sé að tala ensku þegar þau tala íslensku. Já. Og ég er ekki með þetta dæmi svona í fljótu bragði, en maður heyrir ofta
að raða orðunum vitlaust og ég svona, þetta mjög einkennileg uppröðun á orðunum og svo fatta ég svo yfirfarið yfir ensku já, heyrðu, þau eru byrjað að tala íslensku eins og ensku Já, þú sér þetta í 100 tilvikum og þetta er rannsakað, sko, það eru þessi ensku áhrif á íslenskuna og hún verður svona mjög óíslenskuleg, alls konar 100.000 dæmi þetta. Til þess orðið ég tek eftir þessu, svo að þú ert miðflokksmaður, eða svo að þú ert, þetta er óíslenskt. Já, so you are. Já. Þannig að það er margt svona en ég tel að svo lengi sem við erum allan að yfirfæra að drösla þessu yfir á íslensku þá séu við svona innan rammans, sko, en ég benti á þetta sérstaklega í ljósi þessa sem ég tala reyndar í sem þætti líka daginn að vandinn er líka samfélagslegur hérna á Íslandi að þegar enskukunnáttan er svo góð hjá ungu fólki og svo koma svona mikið af innflytjendum sem eru líka með ensku sem svona millimál af því það er bara millimál, það er bara lingua franca allstaðar þannig að þá mætast þau þar, sko, í staðins að innflytjendur séu neyddir til að læra tungumálið neyddir, þau fá tækifæri til þess í raun og veru má frekar segja vegna þess að það er raunverulega tækifærið, það er að læra tungumálið og þess vegna segi ég svona miklu fólksflutningar þeir koma ekki síst niður á einmitt innflytjendum. Það er að segja, sko, ef þetta er svona mikið þá er það einmitt slæmt fyrir þá hópa sem er að koma hingað og reyna að komast inn í samfélagið af því að þá ertu búin að búa til alltaf þessu kvata í samfélaginu, sko. Svo erum við líka bara með ótrúlega skakka mynd af viðhorfi útlendinga að ég tel að minni reynslu út af því að þegar við erum til dæmis að tala við, þú veist, þegar fólk segir útlendingamálin þá held ég að flestir sé að tala menningamálin, ég held að flestir sé að tala varhugaverða þróun í skipulagðri brotastarfsemi, ég tel að fólk sé að tala varhugaverð mál varðar leigubílamál, varhugaverða þróun varðar svona smábrotamál og menningamál, gildi, íslam og annað. Út af því að, sko, þegar við tölum útlendingamál þá ég spyr Pólverja þetta. Þeir eru bara, heyrðu, nú rífum við í handbremsunum. Það var, sko, ég er ekki með þetta staðfest. Það var hérna blaðamaður sem sagði við mig að það hefur verið skoðað hvaða afstöðu Pólverjar hefur tekið til kosninganna síðustu. Það var fréttum í DV. Já, og þeir eru líklegri til þess að kjósa lög og reglu heldur en í heimalandinu. Já. Það er að segja, og það er þessi öfga hægri flokkur, sko. Já. Og ég svona hugsaði, þú veist, við erum að ræða þetta svo einkennilegum máta og það sama gildir sko, þú ert að tala tungumálið. Ég var að sjá leigusamning fyrir aðila pólskt par með unga dóttur og ég spurði svona, já, þú veist, af hverju voruð þið svona mikið að vilja koma inn í þetta hverfið? Hún bara, það er svo frábær leikskóla og við vitum að tala íslenska og eina sem við erum að spá í er að hún geti tala á íslensku og ég var alltaf að tala við á ensku. Og þá spyr ég svona, já, þú veist, er það almennt það sem svona viðhorf Pólverja bara, já, allir sem ætla að vera eitthvað hérna vita bara að við verðum að læra íslensku annars verðum við ekki með í samfélaginu. Og þú ert að tala um þetta, sko, eins og við séum alltaf að gera einhverju fólki greiða með því að gera ekki kröfur, sko. Það er nefnilega nákvæmlega vandamálið, það er nefnilega nákvæmlega, sko, það er svo margir hlutir í sig. Ef þú sendir alla póstana á ensku og pólsku, þá er til minnst barnið ekki að fara að þurfa þýða fyrir þig, eins og var hjá mörgum innflytjendum, það bara hefur alltaf verið þannig að barnið læri tungumál hratt og það þarf að þýða og þá svona myndast líka bara, kannski líka svona fókus, metnað fyrir bara, heyrðu, barnið kann alltaf tungumálið, það er frábært, skilur, ef þú tekur allt svona í burt, ekki þetta sem er hægt að þáttur, þá ertu búin að minnka hvatana hægt og rólega, þannig að þú veist, ég sé alltaf að það þarf að fara saman hvatar og framboð og aðstoð, í auknum mæli og væntanlega þá bara meira og meira með hverju einasta árinu sem líður þá verður það að sérstökum gæðum að geta lært íslenskuna á leikskóla eins og þróun hefur verið, þú veist, sérstök þegar þetta ætti að vera gjörsamlega algjör grundvöllur bara leikskóla starfsins þá bara er raunveruleikinn á gólfinu bara einhver allt annað og maður veit bara mörg dæmi á leikskólum þar sem að það er ekki séns fyrir barnið að fara að læra eitthvað mjög þróaða íslensku, sko. Það getur kannski lært eitthvað rafl og kannski svona í leik við önnur börn en kannski er flest starfsfólkið útlenskt og skilur og kannski, þú veist, þannig að já, það eins og segir, við getum alltaf farið aftur niður þetta, sko, þá verður maður svartsýn, sko, maður segir, þú veist, þetta verður að, þú veist, það þarf meira menningabreyting líka þannig, sko. Já, ýmsum sviðum. Hérna önnur spurning, nennir að spyrja Snorra hvort að hann sé ekki bara sósíaldemókrati á hægri vinstri efnahagsásunum en bara með íhaldsamar og þjóðlegar skoðanir hvað varðar fjölmenning og þjóðniskennd. Og ég mun langar að brabæta þetta aðeins með því að segja, sko. Með því hraunuðu mig. Nei, ég ætla ekki að hraunuðu. Ég er oftast með bara svona eina ræðu í einum. En út af því að ég gerir mér ekki alveg grein fyrir því svona efnahagsskoðunum, sko. Þú varst að skrifa núna pistila sem að þú varst að setja út á
Kristrúnu, það sem þú sagði Kristrúnu að banna að plata, en sko ef við hugsum þetta út frá svona þér sem það sem við byrjum í rauninu upphafi, það sem við varst að tala hérna svona hver tilgangur þinn sérðu fyrir þér tilgangin sem stjórnmálamann alfarið vera í þessum svona gildum þjóðlegu tungumálið, þú veist, og svona efnahagsmálin séu svona sett meira til hliðar? Nei, ég held að efnahagsmálin séu grunnur að þessu öllu og að hluta til voru við líka náttúrulega að ræða efnahagsmálum það bara hvernig atvinnulífið byggir upp. Það er náttúrulega rosalega flókin verkefni þar og það er raunur ekki svona eitthvað svona einfalda spurningar það bara almennt minni skattheimtu, almennt meiri skattheimtu. Ég held að það sé rosalega mikið rugl í opinbera kerfinu. Ég held að það sé rosalega mikil peningasóun bara í alls konar rugl sem opinbera kerfið hefur bætt á sig, bæði sveitarfélög og ríki bætt við sig á einhverjum tímapunkti og svo er það bara boltinn byrjar að rúlla og kerfið byrjar að mynda sín eigin þarfir og byrjar að stækka sín sjálfs vegna og ég held að þetta sé bara vandamál sko. Og ég held líka að við þurfum að nota einkamarkað mjög mikið sko. Ég er hins vegar alls ekkert svona dogmatískur þar sko í því, ég er augljóslega átta mig á því að á mjög mörgum sviðum í samfélaginu er það sem við köllum markaðsbrestur sem er náttúrulega hagfræðilegt hugtak sem sumir segja að það sé ekki til, að markaðan leysi allt en svo ef þú gefur þér að markaðan leysi ekki allt þá verður markaðsbrestur og ég held líka sko öðrum þræði séu þarna að þegar við tölum það sko getur maður, þú veist, verið bara í þjóðernispælingum og sett efnahagsmál til hliðar, þá held ég að sé miklu flóknara en svo, ég held að við séum sko, ég held að bara stóru spurningar okkar tíma í pólitíkum allan heim séu árekstrar á milli þjóðlegrar hugsunar versus markaðar. Markaður og þjóðerni eru ekki alltaf sko markaðsbrestur hana? Já, eða þú veist, það er þjóðernið er svona markaðsbrestur í sjálfu sér að einhverju leyti, þar að segja sko hjá okkur á Íslandi til dæmis bara hvort sem er í fjölmiðla umhverfi eða landbúnaði eða matvælaframleiðslu eða á mörgum sviðum þá náttúrulega ertu með alveg og bókmenntum og öðru eins sko, með örmarkað, þú getur ekki nákvæmlega sömu hagkvæmni og næst, en þú nærið öðrum kostum, skilur, þú nærið öðrum kostum og þú þarft að fara inn í það með ríkinu, þú veist, þannig ég er þú veist, ég vildi auðvitað að rithöfundarnir væru að skrifa meira spennandi bækur og væri ekki svona woke. Halldór Armand kvartaði við því að þú fengir ekki listamannalaun eða svona styrki nema þú værir ógeðslega woke. Þetta er það sem ég var alltaf verið að halda fram og svo gaslýsi fólk mann og segja að þetta sé ekki svona, en bara eitthvað, ég veit ekki, af ávöxtunum skulu þeir þekkja þá, sko, þú veist, þetta er þannig, auðvitað að einhverju leiti. Bara þú skrifar lesbíska transkonu með loftslagskvíða og þá varstu bara jepp, það var samþykkt. Það er svona klísjan sko, en líka örugglega svona dýpra leveli sko, ef þú ert, þú veist, bara þarna, ég veit ekki, ef þú ert bara einhvern veginn að fara að strjúka þessu öfugt skilur sem er þessi ríkjandi hugmyndafræði, þó að séu höfundar, sannarlega höfundar til sko. Ég vil ekki nefna nöfn þeirra af ótta við að þeir kynna að missa listamannalaunin þarna sko sem eru góðir en ég vil samt hafa hérna að færa það til bókar samt að Halldór Armand sagði ekki þetta dæmi. Hann er náttúrulega ríkistarfsmaður sko, ég þurfum að passa upp á hausar myndi fjúka ef hann myndi segja djók. Já, nei, þarna þannig þess vegna ég segja sko að þetta er stóra pólitísk spurningin á okkar tímum að hluta til er þetta sko hvar mætast þjóðernissjónarmið og markaðurinn og ég er alltaf svona, þú veist, ég svona halla mér, svona ég leyfi þjóðerninu að njóta vafans ef þú skilur hvað við og þess vegna segi ég stundum að þetta sé þessi glóbalíska nauðhyggja sem að ég geri athugasemd við hér sko að nei, heyrðu, hagvöxtur, ég bara já, en er það sama hvað? Þú veist, er allt til sölu, skilur við, myndum við segja bara gera hvað sem er fyrir hagvöxt, það er svona að hluta til spurningin mann, sko. Já, önnur spurning, af hverju þorðir ekki prófkjör hjá XD? Það er Sjalli sem sendir þetta inn. Já, ég og Sjálfstæðisflokkurinn eigum bara gott samband, sko, ég, aldrei hugsað mér að fara í prófkjör í Sjálfstæðisflokknum, sko. Nei, það er svarið. Hérna, ertu með að móti bílastæðum í Reykjavík? Já. Þú veist, þetta minnst ekki kannski endilega frábær spurning. Það er smá umræða þetta núna út af bílastæðahúsum og hvað er að geyma bílana. Já. Það verður að vera bílastæði. Sko, gætið þú ekki orðið borgarstjóri?
Ég veit ekki, ég veit ekki hvort að ég hafi séð með sveitastjórnar málin í manni, er þetta ekki, hvernig er þetta ekki svolítið svona sjáum hana ruslafötur og eitthvað svona, fattar þú? Já, ef þau myndu bara gera það Snjómokstur, já, ef þau myndu gera það. Nei, þetta er enda bara að stofna nýtt mannréttindasvið. Já, verkefna handbækur. Nei, ég meina, það er, sko, Samfylkingin hefur sannarlega fest rætur í Ráðhúsinu og með þeim hætti að allt kerfið þar held ég að sé orðið mjög svona Samfylkingar, ég vil ekki nota orðið síkt en sinnað. Já, sinnað. Heiða Björk Hilmisdóttir er líka besti stjórnmálamaður á landinu. Já, ég virði þína skoðun og átta mig á því að hún er ekki sett fram án votts af kaldhæðni, en það held ég að væri æðislegt fyrir borgarbúa að sjá hlutina gerða öðruvísi í Ráðhúsinu. Ekki einmitt á forsendum þessar dyggðarskreitingar alltaf, við erum svo óttalega góða manneskjur, það er raunverulega alltaf skilaboðin, þú veist, finnst mér heldur bara að sinna þjónustu, sko, sinna þörfum borgarana sem eru bara, heyrðu, maður borgar útsvar og þá er rekinn skóli, skilur, og hann virkar og þá fæ ég leikskólapláss, en ekki eitthvað, við ætlum að lýsa við stuðningi við Úkraínu og svo Palestínu og svo þú veist, hinsegin fáninn og við erum góð hér og við erum góð hér, bara heyrðu, akkur ekki bara íslenski fáninn fyrir utan Ráðhúsið, skilur. Hefði Palestínu fáninn farið upp ef þú hefði verið borgarstjóri? Nei, og ég held að Úkraínu fáninn hefði ekki farið upp heldur, sko. Ég skil ekki akkur það er að flækja máli einhvern veginn fyrir augum borgarans einhvern veginn þegar hann labbar fram við Ráðhúsinu, bara, hvað er það að hugsa? Hvað kemur þetta máli ykkur í raun og veru við, sko? Moki götunar, reikið leikskóla, skilur? Reikið leikskóla fyrir börna því mér langar eitthvað fleiri börn, reddi leikskólamálunum, húsnæðismarkaðurinn, skilur, hættið að skemma hann með þeim hætti sem hefur verið gert, eins og hefur nú vel verið rakið í þessum þætti. Menntamálun er allavega í lagi. Einmitt, akkurat, þú veist, gerir eitthvað rétt og farið svo að skreita ykkur með einhverjum óviðkomandi fánum, skilur. Þetta er þetta, sko, og þetta er raunverulega svona pólitískt eitur, finnst mér. Akkur er ekki bara verið að tala skilur, bara svona praktísk mál, verið að leysa þetta, þú veist, mannréttindasvið, það er bara svona einhver hugmyndafræðileg hugveita inn í borginni sem er bara þarna með einmitt þetta, þú veist, alls konar eitthvað svona transdæmi, þú veist, þetta, við erum góðið þessu, við erum, þú veist, með regnbóa vottun út allt, bara heyrðu, sko, skilur, sinnið þjónustunni, bara byrja á því og svo allt hitt, og þetta hefur vantað algjörlega í borgina. Fólki fyrst, svo allt hitt? Já, nei, þau eru með allt hitt, svo fólkið en þetta er frasi af flokki fólksins, ég átta mig á því en þú skilur hvert þér að fara að sko, við erum vonið svo samdöina hinuruglinu í borginni, samfélkingarvaðlinum að maður er eiginlega hættur að gera sér væntingar að sé bara eitthvað svona borgarstjórn sem er bara, já, ætlum að gera þetta, redda þessu, græja þetta. Ég veit alveg verkefninu er flókin, sko, en bara að maður hefði á tilfinningu líka sömuleiðis að metnaðurinn væri þar, en ekki bara skreita sig það hvað það eru góða manneskjur hugmyndafræðilega, bara mér er alveg sama, sko. Þetta samt byggir svolítið og þetta er og þið eru ekki svona góða manneskjur hugmyndafræðilega, þið eru bara að skreita ykkur dyðum, sko. En þetta er líka innvinklað í svo mikið, ég menna, þú veist, eins og ég veit að einhverjum finnst að hafa verið ómaglegt af mér að þegar ég fjallaði mál Ingólfs Gíslasonar og sambandi við akademískt frelsi þegar hann meinaði ísraelskum fræðimanni að fara með fyrirlestur og þá taldi ég það vera breytingu á því fyrirkomulagi sem við teljum eðlilegt í sambandi við akademískt frelsi óháð því hvaða skoðan þessi ísraelski prófessor hefur. Og fólki fannst það ómaglegt að ég hafi sett það inn í samhengi hans rannsóknir. En ég aftur á móti bara, og fólki getur fundist það, en mér þótti það svo magna þegar ég las, þú veist, ritgerð eftir hann sem hét Manúki, ég held að vera umburðarlyndi fyrir starffræði. Man ekki nákvæmlega hvað rannsóknin heitir hann, ég set hann inn að hliðina mér og þar var hann að tala það að helstu forsendur fyrir því og hann kennir sér þetta skyldu áfanga það hvernig kennarar sem fara svo inn í grunnskólana eigi að kenna og sinna starffræðikennslu og hann færir rauk fyrir því að helsta forskrift af því hvernig ungt fólk læri starffræði og hvernig þeim hefur að kenna starffræði að þau hafi umburðarlyndi gagnvart samfélaginu og umburðarlyndi gagnvart samfélaginu er einhvern rosalega víð hugmyndi samtíð við, þú veist, ég man ekki hvort hann hafi nefnt loftslagsmál sérstaklega, sko, en hann hefur talað það líka og einhvern veginn umburðarlyndi og náunga kærleik og eitthvað út af því að ef að þeim þætti ekki vænt samfélag sitt og þá þætti þeim ekki vænt starffræði
og ég hugsaði bara, var Unabomber Já. með þessi prinsip á hreinu. Hann var ekki mjög ánægður með Hann samfélagið, var frábær í stærðfræði. hann var góður nemandi. Sko, að við erum alltaf að tala um nasismann, þá var dæmi í nasismannum sem ég las einhvern mann þegar bara svona heiðvirður maður sem aðhylltist ekki nasismann var að lesa tímaritið sem hann pantaði alltaf ketti. Hann var mikill áhugamur ketti, áttu ketti og var alltaf að lesa sama tímarit ketti. Og þegar einn daginn tímaritið var að fara að tala þýska köttin og kosti þýska kattarins, þá fattaði hann eitthvað, ok, hérna eitthvað skrítið að gerast, ég ætla að fara hérna úr þessu landi. Þegar hugmyndafræðin Var þetta Viktor Klemperer? Ég ekki viss hver þetta var. Hann allavega var að tala ketti í samhengi við hans dagbókafærslur. Já, þú getist flettið upp, en þetta dæmi sem lýsir í hvernig svona ríkjandi hugmyndafræðilegur þrýstingur smýgur sér inn á ólíklegustu staði. Einmitt. Á einhvern hátt starffræði betri ef hún í raun og veru woke. Það svona niðurstaðan sem einhver fræðileg rannsókn krakkar gæti ekki lært starffræði nema að þeir væru woke. Já, akkurat, það væri niðurstaðan og ég var nú ágættur í starffræði áður en ég gerði þau afdrifaríku mistökum í mínu lífi að flytja mig yfir á málabraut. Hafði mjög gamla starffræði og þar var hrein rökvísi í gangi. Það var ekkert annað en það, skilur, það var ekkert annað en bara kerfi sem gengur upp óháð ytri hugmyndafræðilegum áhrifum. Þannig að einmitt þegar þú ert farin að ljúga því að sjálfur, ljúga því að fólkinu sem er að lesa fræðigreinaðinnar, að hvert öðru, að þetta snúist eitthvað annað en bara einmitt starffræði, þá ertu komin í raun og veru í allt annað en vísindi, þá ertu komin í hugmyndafræðilegan áróður. Og ég held að menntavísindasvið heiti ekki menntavísindasvið, ég held að heiti svið mennta- og margbreytileika eða eitthvað álíka. Hann kennir á þeirri, já, það margbreytileika, já. Ég held að heiti það, þetta bara, skilur, þetta bara heitir mennta- og margbreytilega og það bara segir allt sem segja þarf og þess að segja líka daginn í einhver status Silju Báru, skilur, með þetta öll dæmi, skilur, háskóli fyrir öll. Í fyrsta lagi veit ekki hvað það þýðir, af því að hvað marki ekki háskólinn fyrir alla, svona eins og orðið getur, auðvitað mentastétt kannski einhverjum, býst við að háskólinn eigi áfram að vera fyrir mentastétt, að þetta menntunarstaður, samt, opinn háskóli, það megi allir koma, háskóli fyrir öll, þetta merkingarlaust, skilur, ég var að segja þetta hefur enga merkingu, þetta er bara svona merkjasending að háskólinn er woke staður og ég nenni ekki að láta segja mér einhvern veginn eitthvað að hætta að nota orðið woke eitthvað, þetta er bara, jú, það er bara leiðin til að lýsa þessu, þetta er bara woke staður og Silja Bára fulltrúi þess arms mjög sterkur og hefur alltaf verið, það liggur fyrir, hún notar þetta tungumál til að signalera því, en það er bara mjög vitað að bara á mörgum sviðum þá svona hefðbundin vísindastarfsemi, svona peppandi og skemmtileg vísindastarfsemi sem æðisleg, sko. Hún, ég ætla ekki að segja, hún er ekkert horfin, skilur úr þessu, auðvitað ekki, en hún svona undir þessum svona woke þrýstingi, raunverulega eins og sér í bandarískum háskóla, 88% nemenda segjast falsa pólitíska samfæringu sína til þess að ganga vel félagslega eða í náminu. Og ég ekki að segja að nákvæmlega sama hlutfall kemur upp úr hattinum hér á Íslandi, en þú veist, þú getur alveg dregið upp hliðstæður. Þannig að við lifum við það að, þekkingarmyndunar einingin stóra sem ætti að vera háskólinn raun og orðin bara svona hugmyndafræðileg hugveita án þess að sé einhver svona, skilurðu, ákvörðun tekin það eða án þess að sé, þetta er bara svona, og ég eins og ég segi, ég get aldrei líkt, maður getur líkt þessu við Sovétríkin, ég ætla að bjó ekki þar, ég veit ekkert hvernig Sovétríkin voru og kannski þessir hugmyndafræðilegu mekanismar uppi í öllum samfélögum, þar að segja, sko, þess vegna maður alltaf eitthvað, þetta var svona í Sovétríkjunum, kannski hefur þetta alltaf verið þannig hér, en hugmyndar voru bara geðþekkar og allt í lagi, þannig að við samþykktum þær. Líka, sko, kommunistarnir ræddu þetta sem hugmyndafræðileg stjórntæki ríkisvaldsins, skólana, það var bara númer 1, sko. Seslo Milos, þeir náttúrulega vel yfir þetta í Captain Mind, sem algjör skildaræsning, en sko það líka annað í þessu að, sko ég held að vókið ætti, hvað var að segja, það væri töluvert meiri eftirspurn eða kannski betur að segja eftirgjöf og meðvirkni gagnvart bókinu ef að allir eða mjög margir fletir samfélagsins væru ekki að fara í verri átt. Það margt frábært á Íslandi. Algjörlega frábært á Íslandi og það alltaf hægt að segja já en það svo gott að búa hérna. En ég alltaf að segja, hversu lengi getum við umborið það
að menntakerfi verður örlítið verra ár frá ári. Já, Hvað ef að útlendingastefnan verður alltaf örlítið, ég vil ekki segja verri, en allt öðruvísi og með bara augljósum félagslegum afleiðingum sem að það hefur. Af hverju verður húsnæðismarkaðurinn alltaf örlítið verri? Af hverju verður allt einhvern veginn örlítið verra? Og bóki væri kannski bara í full swing, svo ég fá að sletta. já, Ef að það væri ekki alltaf örlítið verra. já, nei, þetta er alveg áhugaverður punktur og ég einmitt ef þú hugsar þér þarna, ef þú reynir að hugsa, þú veist, aftur eitthvað svona sem er svona formlega gerræðislegt, þú veist, þetta er ekki að forminu til, við búum ekki í gerræðis samfélagi, við búum í lýðræðis samfélagi, en það er að forminu til, nei, það að nafninu til, að nafninu til búum við ekki í gerræðis samfélagi, að nafninu til búum við í lýðræðis samfélagi, við erum alltaf að tala um lýðræði allan daginn og þegar hlutin byrja að ganga illa þá byrjar alltaf, þú veist, þá byrjar þau raunverulega að glíma við skilurðu, þá byrjar þau kannski að glíma við frasana, akkur er hérna, þú veist, ég meina, í Sovétríkjunum, skilurðu, verkamenn allra landa sameinist, þú veist, við erum hérna samstæða verkafólks, bara, þú byrjar bara, nei, það er bara einhver spilt elita hérna sem er að taka okkur gæði, hún er að þarna skoðanakú okkur, hún er að banna okkur að segja skoðanur okkar, og lífið okkur er ekki að verða betra, bara nei, þú veist, ég ætla ekki að taka þátt í þessu lengur, skilur, ég rís upp gegn þessu, ég nota Sovétríkjunum, ég veit að það er klísukent dæmi, af því að ég er alveg á því að önnur samfélög geta alveg orðið, okkar samfélög geta alveg orðið og farið að hegða sig mjög líkt, þú sér það bara á Vesturlöndum, að bara kerfisbundið í Evrópu, er verið að refsa fólki með beinum hætti fyrir skoðanir sínar og það er bara einn angi skoðanakúgunar, það er að segja að þegar fólk byrjar að segja bara nei, þetta er nú ekkert svona mikið sem er verið að refsa fólki, nei, þegar að verið að gera það, þá er verið að refsa öllum, það er verið að senda skilaboð til allra, það er ekkert bara, þú hengir ekkert mann að torgja ástæðulausu, það er bara til þess að senda skilaboð hegðun, skilur. Það gera ráð fyrir því að 99% ritskoði sig þá. Og það er raunverulega það sem bara rannsóknir sína, að bara allir ritskoði sig í ástandi sem er svona hugmyndafræðilega hlaðið, þú mátt ekki segja þessa hluti sem við erum að tala um, skilur, bara, sem eru þarna, þú veist, sem eru kallaðir öfgahæri núna en voru bara gjörsamlega, bara algengar skoðanir fyrir 40 árum, eða hvernig það er. Þá náttúrulega endar í svona ástandi þar sem að fólk segir ekki hug sinn og svo framvegis og svo þegar hlutinni byrja að ganga illa þá held ég að byrja að koma svona sprungur í glansmyndina, skilur bara nei, þú veist, við erum ekki að fara að sætta ykkur við að þetta verður bara hvernig sem er í framhaldinu og þar er, þú veist, og þá byrja elítunar að segja, þú veist, það er eitthvað hérna, það er eitthvað akkur er fólk ekki að... Það er eitthvað að umræðinni. Já, það er eitthvað að umræðinni, það er eitthvað upplýsingaóreiða komin. Fólk er ekki bara að hlusta á RÚV, þú veist, RÚV getur bara haldið áfram að segja sömu lína aftur og aftur, en þarna, það virkar ekki, það er hægt að virka og þarna, núna er fólk að tala saman hérna samfélagsmiðlum, skilur, það er slemmt, það er alltaf umræðan, sko, ég las, þarna fekk Google Alerts að ég var nefndur í grein í Grapevine og var að sjá þar að það er eitthvað svona einmitt. Við vorum saman þar. Já, einmitt, já, nei, það er annað, þetta var bara núna, okay. Svona, og þá var eitthvað bakslag í réttindamálum eitthvað og þá var ég nefndur hann og þarna fekk honorable mention og þarna og þar var einmitt verið að skrifa þessari grein, sko, bakslag í réttindamálum kann að stafa af upplýsingaóreiðu og það að fólk sé að fá fréttingar á samfélagsmiðlum. Þannig að það er einn vinkill á þróunina að segja, þú veist, vandamálið er einhver umræða á samfélagsmiðlum í stæðin fyrir að bara, núna getur sagt fólk sagt raunverulegan hug sinn, ríkisvaldið er ekki með einokun á fjölmiðlun, eða stóru fjölmiðlarnir er ekki með einokun á því að ná til allra, heldur bara allir, og þú veist, og þetta er náttúrulega bara, þú veist, við sjáum náttúrulega ekki fyrir endan á því hvað félagslegu áhrif það hefur að fólk geti svona í grunninn farið og sagt hvað sem vill og það er svona sérðu tilraunir stjórnvalda allan heim og það hefur verið bara síðasti áratugur hefur bara einkennst að þessu paniki að hugsa bara guð minn góður, þú veist, við getum mistið þetta allt úr höndunum ef að við þarna náum ekki stjórn á umræðinni á samfélagsmiðlum og hvað er núna 2025, þannig að það má alveg segja einmitt að svona frá 2015 eða náttúrulega mun fyrir það, þá náttúrulega hefur þetta þróast í henni og svo býr til réttlætanir á því að ritskoða fólk á netinu og langsterkasta réttlætingin er þetta haturskonsept vegna þess að það er allir svo saman, að því við erum gott fólk, sko. Við viljum ekki hatur hérna á milli fólks, við viljum stöða það vilja allir bara guð, ég vil ekki einhver hatursbylgju í mínu samfélagi, þannig að það stjórnvöldur eru komin og segja bara, heyrðu, við erum hérna bara, veist, ekki hafa ágjörð þessu, við ætlum aðeins að glíma við smá hatursorðræðu, við þurfum bara að gera það sem við þurfum að gera, láta okkur þetta, skilur.
þá eru langt flesti venjulegi borgarar bara ekki fara að gera athugasemd við það, ég meina þeir eru bara glíma við hatur, þú veist. En þetta misnotað, þetta eru stjórnunartæki. Ministry of Love. Já, þetta ást, skilur, við ætlum að tryggja ást, skilur, það baráttan gegn hatri. Við ætlum að tryggja ást á milli allra með því að sækja fólk til saka og við sjáum það í Evrópu, í Bandaríkjunum, víða, augljóslega í svona formlegum gerðræðisríkjum sem við viðurkennum að séum gerðræðisríki, en ég er að horfa á lýðræðisríkin, frjálslyndu vestrænu lýðræðisríkin, þá sjáum við það að í raun og veru er úrræðið, loka úrræðið þeirra til þess að halda völdum þessara woke flokka í einhverju skilningi, ef lítið svo á, er að ritskoða og framfylgja lýðræðinu með gerðræði. Það er að segja, þú veist, ef að lýðræðið lifir ekki lengur af án gerðræðislegra aðferða, þá náttúrulega, skilur, þá er það ekki lýðræði, og hvað gerum við þá við lýðræðishugtakið? Við látum eins og lýðræðishugtakið snúist eitthvað annað en bara að fólki ráði. Þú veist, og þá er farið að segja, sko, lýðræði er ekkert bara fólki ráði. Lýðræði er ákveðin gildi sem við höfum tamið okkur, gildi hins opna samfélags. Ok, er það lýðræði? Er ekki lýðræði bara fólki ráði? Ég hef sagt þetta útlendingamál. Fólk hefur aldrei verið spurt útlendingamál. Nei, og skoðanakannanir sína svona 70-80% fyrir bara strangri útlendingastefnu, held ég. Ok, þetta var dregið úr óæðri endanum, en samt eitthvað sem ég rámar í. Nei, þetta var Morgunblaðið tók þetta saman, ég man ekki nákvæmlega tölunar, en það var meiri hluti fyrir því að taka á þessu. Þannig að rúttýpunar, Bogi Ágústsson, Ólafur Harðarson hlusta viðtala hann er svolítið harður að tala um eitthvað svona lýðræði, ógn við lýðræði í Evrópu, þegar í raun og þú ert komið með þarna popúlískar hreyfingar og popúlismi, ég meina hvað er það? Það er þegar lýðræði kemst að annarri niðurstöðum við vildum, þú veist, það er Brexit, þú veist, þá er það popúlismi þegar lýðræði kemst að annarri niðurstöðum við vildum, og þá, til þess að verja stjórnarfarið, ég skilja alveg þá tilhneigingu að vilja bara halda í það sem er, gott að vilja þessa, en þú veist, það virðist vera einhver vilja með fólks, skilur, til þess að gera einhverja róttækar breytingar að því, skilur. Ég held að, sko, AfD sé orðinn stærsti flokkurinn í Þýskalandi, það virðist vera eitthvað gerjast þar sem bara fólk vill bara einhverja róttækar breytingar á stjórnarfarinu, en þá verður þeir að segja, nei, þetta er ekki lýðræðislegu flokkur, og eins og ég segi, það geta verið, sko, rosalega öfgakendi straumar inn í þessu flokki, ég þekki ekki nákvæmlega hvað það snýst, svo umræða, sko, en maður geldur varhug við því að, sko, það þurfa að banna flokkin. Eins og margir tala fyrir í Þýskalandi og ég get sé fyrir mér að stærsta flokkin líka sem er, þú veist, ef maður hugsa út í það er forsendur, sko. Og ef þú tekur þetta til Rússlands og segir, heyrðu, hann ætlar að banna stærsta stjórnarandstöðuflokkin, ertu þá bara, já, það er réttlætanlegt, þetta er ekki flottur flokkur, þetta er ekki sniður flokkur, skilur, ég meina, við réttlætum það ekki þegar við horfum á formulega gerðræðisríki sem við kategóriserum sem svo, en svo þegar þetta gerist hjá okkur, þá erum við svo samdauna hugmyndafræðinu og orðræðinu að við getum sætt okkur við mjög gerðræðislegar aðferðir til þess að framfylgja og til þess að tryggja lýðræðið. Og þá segir maður, sko, hvað er þá lýðræðið? Er lýðræðið það að fólkið ráði för, eða er það einhvers konar annað fyrirbæri? Já, þá segir, sko, nei, lýðræðið er ákveðin gildi, mannréttindi og bara mannréttindi, þeir eru alltaf að bæta í mannréttindin, þannig að þeir eru að lengja þann lista. Það hefur líka verið bent á þetta í sambandi, sko, að Konstantin Kisin hefur einmitt fjallað þetta í sambandi við hversu margir í Bretlandi eru handteknir fyrir rangar skoðanir á Facebook og við erum alltaf að flytja fréttir af rússum sem eru að verða handteknir fyrir það er alltaf fréttir af rússum sem eru handteknir í mótmælum og eitthvað svona, en þú veist bara í Þýskalandi, Bretlandi, þú fylgist með Hollandi, er ekki líka þar, ég meina allstaðar í Evrópu og Evrópusambandið er með þessar hugmyndir, sko, og var í stórum stíl í tíð demokrata sneri þetta þessi woke-mál í Bandaríkjunum að það var einhvern veginn verið að slökkva á frjálsri umræðu á samfélagsmiðlum og svo framvegis fyrir tilstöðlegan stjórnvalda sem er ólöglegt, sko, og núna er þetta náttúrulega í stórum stíl líka í þessar antisemitisma umræðu, sko, að þá eru allir sakaðir antisemitisma og skellt í steinin, þú veist, ég er að segja, ef maður er ekki fastur á einhverjum prinsipum með málfrelsi, skilur, þá náttúrulega, og kannski, ég veit ekki, er það bara einhver, skilur, della, fattur að það geti verið málfrelsi, þú veist, fattur það er sem að fer að hugsa bara, ok, hefur þetta alltaf verið eitthvað bara loftkent hugsjón, eitthvað sem við fílum að geta sagt til okkur sjálf, skilur, rétt eins og við fílum að geta sagt til okkur sjálf og við séum öflugt lýðræðis samfélag, en er bara, þú veist, þú mátt hafa málfrelsi en bara ekki ákveðnar skoðanir, þú veist. Já, mín afstaða í þessu er eins og Patrick Henry sagði, give me liberty or give me death. Já, ég meina. Og ég er tilbúin til þess að deyja fyrir málfrelsi, sko. Já, og það er þannig. Já, og þú veist, og þá áttu verkefni fyrir höndum í Evrópu, en þetta er eitthvað sem hefur verið að gerjast kannski 20 ára og er núna komið bara á einhvern hápunkt. Nei, þetta er ekki komið á hápunkt. Kannski er bara hápunkturinn
einhvers staðar þarna á sjóndeildarhringnum og við vitum ekki bara svona alls ekkert hvað við eigum í vændum í ritskoðun. Nei, það er bara, og ég meina, það er líka stór þáttur í því að okkur ég tel að það sé ófýsilegt að við förum inn í Evrópusambandið, en við tökum það senna, við þurfum að fara að ljúka þessu. Já, við þurfum að fara að ljúka þessu. Hérna, ég held að ég var beðinn að taka upp gamlan sið hlaðvarpsins það, þú ert sem sagt að leiðinni á Hörgudjam, þú ert að velja með 2 einstaklinga og þú velur hvort nú tekur með þér. Þetta er áhugavert. Fæ ég nokkra eða fæ ég bara 1? Þú fæ bara velja með 2. Þorsteinn Vaff eða Halla Gunnarsdóttir? Halla Gunnars. Já, það var ekki spurning. Hún er skemmtileg, hún er skemmtileg típa, sko. Já, ég hef heyrt henni að hún sé skemmtileg. Hún er skemmtileg típa, sko. Ég eitthvað lauslega að tala við hana, en ég veit bara að hún er skemmtileg típa. Ég er alltaf ósammála henni. Bara ef hún segir eitthvað, þá get ég í rauninni bara snúið við og það er mín skoðun. Það er þinn áttaviti, það er þinn neikvæði áttaviti. Þarna, já, nei, sko, hún er svolítið í vókinu, kannski núna, en þú veist, hún er samt með rætur í svona róttæku vinstri, sko, og ég að hluta til sympatísera með því að ég að rætur í róttæku vinstri, þannig að ég held að við hefum margt áhugavert að tala sko. Sigmundur Davíð eða Bergþór Óla? Já, ég tek þá báða með mér auðvitað, sko. Þú verður að velja skilja einn eftir heima, sko, sárt ennið. Já, ég myndi skilja Begga eftir heima og taka, þú veist, mér finnst, sko, ég hitti Begga oftar, skilur, það er bara einhvern veginn þannig, fattaru, og það er nokkru hlutur sem ég þarf að ræða við Simma núna. Við erum að ræða nokkuð máli, ég var að hitta Begga í gær, þannig að ég myndi taka Simma, sko. Þeir komu báðir í stekkjununa mína. Já, akkurat. Og fleikuðu mig í miðflokkin. Var það ástæðan? Það er bara gott. Getur við fara aðeins yfir tímalínuna? Sko, þegar að þú ferð inn í miðflokkin, það er þeir mæti stekkjununa sem er mjög skemmtilegt. Voru, já. Voru þeir að potið þið þá? Eða var það potið eftir á? Þeir voru að potið mig þá, sko. En það var ekki eitthvað sem ég tók inn á mig. Eða, þú veist, ekki svo ég vissi. Varst ekki íhugað svona staðfastlega sko þannig að pissfullur? Jú, ég held að maður íhugi alltaf allt, sko. En þú veist, svo er svona, hvernig ætlaði ég að gera þetta? Ég veit mjög marga sem væri til að fara í pólitík en kannski eftir 10 ár. Vissir þú ætlaðir í pólitík þegar þú varst til dæmis, segjum bara þegar þú byrjar með ritstjóran? Nei. Nei, en ég rak mig á það, þú veist, ég rak mig á það í ritstjóranum að ég var að tala um fólk og ég var eitthvað. Já, með Jón Gunnar. Já, þú veist, ég með meiri, já, þú veist, akkuru ert þú að fara þarna en ekki ég. Í einhverju skilningi, skilur, það meikar ekki alveg sens fyrir mér að því ég kom með, þú veist, og ég var bara fann að þurfa að fá útrás fyrir það að raunverulega hafa skoðanar á hlutum, þannig að það var svona svolítið moment, en nei, ég meina, sko, ákvarðanir lífsins eru bara að það er einhver rökleg, ég held að sé einhver rökleg röð í öllu í kosmosunum, sko, þú veist, það er einhver forlög og það bara gerist eitthvað og maður svona stundum er það þessi frjálsi vilji, en í einhverju skilningi er það, þú veist, eitthvað sem er ákveðið fyrirfram, sko. Gunnar Smári eða Svandís Svavars? Sko, ég held að það sé skemmtilega á djáminu með Svandísi. Hún er mjög skemmtileg. Mér finnst þetta bæði skemmtileg. Já, Gunnar Smári hefur nú verið edrú nokkurt skeið og ég get alltaf að tala við hann, en ég var alveg til í að taka eina kampavínsflösku með henni Svandísi sem ég heyri að sé kampavínskommunisti, sko. Aha. Já, ég allan að heyrði einhvern mann af henni að vera að drekka kampavín. Það var bara eitt tilvik. En þú veist, þá ertu kampavínskommunisti, ekki? Þú drekkur einu sinni kampavín. Komanin er ekki skemmtileg nema þessi kampavín. Nei, og ég og Svandís erum, hún er náttúrulega þeirra kjósundahópur einhvern veginn var búin að býta svo fast í þetta woke rugl að þau áttu kannski ekki annan kost en að vera áfram á þeim miðum, ekki að það sé eitthvað forsannlegt að stundast líka pólitík, en einhverju leiti þá voru menn komnir í eitthvað svona, þú veist, með þetta í fanginu, versta málstæðin. Og að því marki þá náttúrulega báturinn tilbúin og komin út á miðin og snýr ekki við þá. Já, þú snýr ekki við þá og að því marki þá náttúrulega get ég haft ákveðin skilning á því akkur hún talaði eins og hún talaði og var eitthvað aðeins að dissa mig kostningabaráttunni síðast, en við erum gerði það hérna náttúrulega. Já, var hér á þessum vettvangi. Já, og þú veist, og talandi þessa ritskoðun, þú veist, hvað skilaboð sendi það, þú veist, ef ég er að segja eitthvað svona mína hluti, þú veist, sem eru bara eðlir, ég er öfgalaus, ég segi það bara. Og svo kemur áberandi stjórnmálamaður sem er bara búin að vera ráðherra í 8 ár, skilur, og bara heyrðu, þetta sem þessi gaur að gera er hættulegt út af ungum, ég man ekki nákvæmlega hvernig orða það, tendra, ljós og bál, haturs. Þú varst að sulla í drullupolli. Já, alltaf svona óljóst. Eða fiska í drullupolli. Já, alltaf eitthvað svona óljóst slíkt, skilur. Þú veist, ég segi, þetta hefur alltaf þau áhrif að segja fólki bara, heyrðu, ef þú hefur einhverja sambærilega skoðanir, skilur, þá er það ekki að fara að fljúga. Það var að hífa þig upp svo aðrir myndu sjá.
Já, hengja mann, en þú veist, ég held samt að raunveru, það er kannski skilabóð mín, þú veist, líka, að það held ég að það sem sé að gerast er bara eitthvað hægt og rólega bara, nei, þú veist, bara miklu fleira fólk bara, já, nei, ég ætla ekki að vera, skilur, skoðan að kúðar. Guðrún Hafsteinsdóttir eða Sigurður Ingi? Það er bara mjög góð spurning líka, ég myndi kannski taka Sigurð Inga, já, ég myndi nota tækifærið. Ég umgengst líka Guðrúnu töluvert svona yfir vikuna, en Sigurður Inga eitthvað aðeins minna, ég þyrfti að ræða nokkra hluti við hann líka, spyr hann eitthvað alltaf með ringin á þumalputtanum. Kristrún eða Þorgerður? Kristrún, já, ég þarf líka að ræða ýmislegt við hana. Guðmundur Andri eða María Rut? Guðmundur Andri, já, ég myndi tala við hann ég og hann eigum líka margt sameiginlegt og við höfum líka mörg sameiginleg áhugamál. Heiðrún Lind eða Friðrik Ómar? Heyrðu, bæði æðisleg, ég myndi að taka Friðrik Ómar, aðeins að fara við málin og ræða hitt á þetta. Heiðrún auðvitað, var líka til að hitta hana og Hjövélina. Fá okkur einn. Já, hún tekið Hjörvar með, það var nú veisla. Já, það væri enn betra en hún líka, frábær eins og hún veit. Já. Herðu, Brynjar Barkason eða Nicole Limosti? Ég myndi líklega hitta Binna, taka eitt drykk. Ég veit ekki hvort hann sé að drekka núna, ég held að sé alveg eitrú, en nei, ég meina Nicole Limosti, ég hef aldrei hitt hana áður, ég hitt hana í stúdíónum daginn og það var bara mjög fýtt fundur, sko, við vorum sammála margt. Í raun og veru, það er það sem ekki rýnið, sko, að við getum verið efnislega með svipaða pælingar í einhverju skilningi, en svo svona áferðin getur verið bara svart og hvít, sko, þannig að fólk er alltaf, og þetta er alltaf það sem við verið að gera við mann, sko, þetta er eitthvað svona, fólk gerist svo oft þegar maður lendi í eitthvað svona smá ritdeilum eða eitthvað við einhvern, skilja, þá hélt fólk alltaf að maður væri komin í eitthvað svona svakalegt haturssamband við viðkomandi, sko, en það er langt frá því, sko. Ég er mikill mannvinur eins og þú þekkir. Mannvinurinn Snorri Másson, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Takk. Og inngildingasérfræðingur. Please, inngildingasérfræðingur. Það var gott hérna.